someone who some gerir, þá er alltaf ástæða að gera. Við vorum hér, ég sé ekkert bara að við vorum þeir.
við erum ekki fyrir. Já. En þú veist, það ég býst ekki nema ég nenni. Ég finn mér bara annars ekki.
aðalfund SAF 2025. Það kemur minn hlut að sjá hér pallborðsumræður. Við áætlum að vera í svona 45 mínútur aðeins að fara við málun og stöðuna og við erum hérna með góða gesti. Guðrúnu Hafsteinsdóttur, alþingismann úr Suðurkjördæmi, Víðir Einarsson, alþingismann líka úr Suðurkjördæmi og Hildur Guðný frá Miðgarði, Beiskamp, rekstraraðili og félagi SAF og Ísak frá Efstadal, líka SAF-félagi. Nú við ætlum aðeins að fara yfir stöðuna, ræða stöðuna í greininni, skattamál og ýmislegt sem að snertir bæði stjórnmálin og rekstraraðilina. Ég bið ykkur að sko við höfum svona cirka 10 mínútur á mannan, við getum aðeins ferðið á dýftina, en þið megið líka gjarnan grípa orðið og kasta spurningum hvort og annað ef ykkur langar til þess. Þið komið öll úr náttúrulega sikkur áttinni en einhver leiti að ferðaþjónustunni auðvitað, annarkvort sem stjórnmálamenn eða starfsmenn almannavarna eða hvernig. Ég myndi svona bara gjarnan vilja heyra þess í ykkur, hvað þið komið og svona hvernig þið komið að ferðaþjónustunni. Við byrjum bara hérna hjá þeir, Guðrún. Já, halló. Má ég kveikja? Nei, þetta. Halló. Skafti? Skafti. Það eru 2 skaftar, við erum með tæknimann hérna líka sem heitir Skafti. Nú heyriði mér. Það komið heil og sæl og mér langar nú að byrja því að bjóða okkur hjartalega velkomin hér í minn heimabæ. Ég er glöð að sjá að Samtök ferðaþjónustunnar hafi kosið Hveragerði fyrir sinn ársfund hér í dag og ég ætla að vona að þið njóti dagsins. Mér skilst að þið fara að heimsækja fyrirtæki og njóti sig af kvöldverðar hér með bæjarfulltrúum. En ég er auðvitað þingmaður, annar þingmaður hér í Suðurkjördæmi og eins og allir vita þá er nú Suðurkjördæmi öflugt kjördæmi hvað ferðaþjónusta varðar. Við fáum hér lungan af öllum þeim ferðamönnum sem koma til landsins og þess vegna er þetta ein mikilvægasta atvinnugreinin hér í þessu kjördæmi og við erum mjög meðvituð það að það þarf að hlúa vel að henni. En mér langar líka að fá að deila með ykkur bara svona persónlegri sögu því að við sem erum alveg upp hér í Hveragerði að við, allavega þau sem eru á mínum aldri, að við erum alveg upp við svona frumkvöla fyrirtæki kannski ferðaþjónustu sem var bæði Páll Mikkelsen og svo Eden. Og það er að verða komin 20 ár, nei ekki svo langt, takk 20 ár síðan að Eden brann. Nei, það eru 10, nei, var ekki 2011, já, og löngu áður en Eden brann, að þá komu, og þetta er áður en svona túrisminn blés út á Íslandi, að þá var að koma hátt í 400.000 gestir þangað ári. Og þannig að við hér í þessum bæ, við erum vön því að allar helgar var stútfyllt hér af gestum og gangandi og við því vön að finna fyrir mikilvæga ferðaþjónustu hér í þessu litla samfélagi og þess vegna skiljum við mjög vel hér í Suðurkjördæmi mikilvægi þess fyrir byggðirnar, bæði fyrir bændur en líka sveitafélögin að hvað ferðaþjónustan er öflug, tryggir búsetu. Og ég vil líka fá að minna á það að ferðaþjónustan í dag er næst stærsta atvinnugrein þjóðarinnar. Hún skapar næst mestu útflutningstekjur og þið sem hér eru inni, þið eru að því á hverjum einasta degi og getur verið virkilega stolt af því að árið 2023 voru útflutningstekjur 600 milljarðar og skattsporið hátt í 200 milljarðar af ferðaþjónustu. Já, ég tek undir. Já, nú er það komið, ekki, jú. Ég get ekki að tala bara harrar. En róa það. Þetta er ekki að hækka. Þú prófa að hækka þetta? Getur það bara hvað segirðu?
Ég stoppa klukkuna. Er það komið núna? Já, nú er þetta virka bara, ég þarf bara að vera með hann alveg við ón í mér, það er. En já, ég tek undir með Guðrúnu bara, gaman að sjá okkur hérna og Guðrún talaði sinni hérna á bæ, ég veit ekki hvort að Guðrún veit það kannski í marginni, hér bjó ég líka tíma. Þetta einn af þeim stöðum á landinu sem tók vel á móti okkur flóttafólkinu frá Vestmannaeyjum 1973 og hér dvaldi ég hluta þeim tíma sem að við vorum hér upp á landi eftir gósið og leið mjög vel. Sitt í varmáni og sund. Ég syng svo illa sko, ég grunna með mikrofónundir forðist mér bara, hrættur að ég bara syngi eitthvað. Nei, en hérna ferðaþjónustan er ótrúlega stór þáttur hér í Suðurkjördæmi eins og bara mjög víða á landinu, en það er líka áskorun fyrir okkur að vinna því að efla ferðaþjónustuna víða og efla heilsársþjónustuna víða. Við vorum hérna einmitt bara að ræða saman Vestmannaeyingar hérna aðeins áðan það áskorun sem ferðaþjónustu í Vestmannaeyjum stendur frammi fyrir við erfiðar samgöngur og við sjáum bara þegar að er hægt að nota landið hversu mikil sveifla verður ferðaþjónustunni í Vestmannaeyjum þegar það er á saman tíma nánast útiloka fyrir rekstraraðila það að gera eitthvað áætlanir heilsársopnanir, þannig að það er eitt af því sem við þurfum að skoða eru auðvitað samgöngumálin. En mín aðkoma svona að ferðaþjónustunni gegnum tíðina hefur fyrst og fremst tengst öryggismálunum. Ég vann hér á Suðurlandi hjá lögreglunni í 3 ár og talsverður hluti af minni vinnu snerist að samvinnu með ferðaþjónustuaðilum hér á Suðurlandi uppbyggingu og öryggi á fjölförnum stöðum og mín reynsla af ferðaþjónustunni er svo að hún er samsett af fólki sem eru eldhugar, sem brenna fyrir því sem er að vinna við og það hefur búið ótrúlega allan þennan tíma sem maður hefur tengt þessu, hefur ótrúlega gaman að kynnast fólki sem hefur jafnvel byggt upp þann þátt ferðaþjónustunni sem það vinnur í algjörlega frá grunni og við hér erum nú með allan eitt dæmi það frá Efstadal sem að ég var svo heppinn að fá að heimsækja og dæli hjá hérna í kosningabaráttunni og gaman að hitta fólk sem hefur byggt upp sína starfsemi alveg frá grunni. Já, góðan daginn. Ég heiti Hildur Guðbjörg, ekki Guðný, það er vissulega fallna. En ég er reka Midgard á Hvolsvelli. Við erum sem sagt búin að vera starfrækt síðan 2010. Þá erum við upphaflega túroperator og svo erum við ferðaskrifstofu, svo opnum við Midgard Base Camp sem er svona gisting, veitingastaður og svona viðbröðstaður. Og já, við erum búin að vera í rekstri núna í bráðum 15 ár, 16. apríl og 15 ára afmæli. Svo að við erum komið ágæta reynslu og svona fjölbreytta reynslu úr ferðaþjónustunni. Takk fyrir. Sæl verið þið og gott að sjá ykkur, takk fyrir boðið. Ég heiti Ísak Eybjörn og er framkvæmdastjóri Efstadals. Ég get sagt að ég hef aldrei starfað við neitt á minni ævi nema ferðaþjónustu. 16 ára gamall þá þótti pabbi væri kominn tími að senda mig upp í sveit og gera mig manni og þá var ég settur að kúla ís í Efstadal. Þar erum við að reka ísbúð, matsölustað, hestaleigu, kúabú og lítinn gististað. Tókum nýlega við héraðsskólanum á Laugarvatni, þannig mér verður fórst mjög gaman að horfa á ferðaþjónustuna blómstra á þessum tíma. Þegar ég mætti til starfa 2013 þá er talað sko að þetta væri stærsta ferðaþjónusta ár sem við einhvern tímann hefum séð og það væri ekki hægt að rifja þennan 500.000 manna ferðamanna múr. Það var staðan á þeim tíma og ég hef bara þótt mjög gaman í að taka þátt í þessum vexti. Takk fyrir. Takk fyrir þetta kærlega. Síðasta ár 2024 fór hægt af stað og það var svona þungt yfir okkur á fyrri helmingi ársins. En það rættist heldur úr árinu þegar áleið, en samt er að þannig að afkoma ferðaþjónustu fyrirtækjanna á síðasta ári var ekki svo sem við vonuðumst eftir
og síðan höfum við verið náttúrulega glíma við miklar hækkanir á flestum ef ekki öllum kostnaðarlegu fyrirtækja í ferðaþjónustu. Ýmsar álögur hafa þyngt róðurinn og dregið úr samkeppnishæfni. Ég nefni bara til dæmis gistináttaskattinn sem var tvöfaldaður með einhver fyrirvara síðust áramót. Það líka blikur á loft í alþjóðamálum, svo vægt sér til orða tekið og óljóst hvaða áhrif það kemur til með að hafa. Frá áramótum hefur erlendum ferðamönnum fækkað tæp 6% miðað við sama tími í fyrra. Uppfærð gervigreindar spá Ferðamálastofu gerir ráð fyrir 4% samdrætti miðað við í fyrra, miðað við fjölda farþega í fyrra. Og ef maður veltir því fyrir sér hvaða áhrif þetta geti haft svona á efnahaginn, þá spáir Þjóðhagslíkan Ferðamálastofu því að 5% minni erlend eftirspurn eftir ferðaþjónustu þýðir að útflutningstekjurnar minnka 22 milljarða. Þannig að það hefur gríðarlega áhrif hvernig gengur í ferðaþjónustuna á efnahaginn á Íslandi og mér langar kannski að kasta þetta til þingur og hvernig metur þú þessa stöðu ferðaþjónustuna núna? Þetta hefur mikil áhrif og þeir eru væntanlega að horfa á þetta líka stjórnmálamennirnir með okkur. Já, takk fyrir það. Við höfum þetta átt hér, má segja kannski fáheyrða vöxt í ferðaþjónustu samanborið við með þau lönd sem við höfum verið að bera okkur saman við á síðustu árum. En þú nefnir hérna alltaf rúmlega 20 milljarða samdrátt sem að gæti orðið í greininni. Ég ætla bara að minna á það og setja það í samhengi sem að við erum kannski vanar að setja að þetta bara eins og ein loðnuvertíð. Þetta ein loðnuvertíð sem að við gætum mist út úr greininni og þið þekkið það að þegar við missum loðnuvertíðina að þá fyllast fjölmiðlar og allir hafa áhyggjur af því vegna þess að í gegnum áratugina hefur það verið skilgreint sem efnahagslegt áfall ef við fáum ekki loðnu og en sem betur fer höfum við náð að byggja það vel undir atvinnugreinar á Íslandi, fjölga stoðunum þannig að við þolum áföll eins og þessi og þau valda ekki eins miklum áhyggjum. En ég vil segja að þessi samdráttur sem hér nefndur í ferðaþjónustu, það ástæða til að hafa áhyggjur af því. Sérstaklega vegna þess að lunginn meiri hluti ferðamanna sem hingað við komið að koma frá Bandaríkjunum og nú erum við að sjá svona breytingar á alþjóðavísu, nokkur hraðar breytingar. Þannig að það áhyggjuefni hvert munu Bandaríkjamenn beina sínu viðskiptum eða hvert munu þeir fara í leit að ævintýrum og fara í frí. Ég held að það sé svona kannski núna áhættuþættur sem við ættum að hafa miklar áhyggjur af og við ættum að horfa til hvernig við getum markasett okkur enn betur til Bandaríkjamanna. Já, við höfum rætt þetta talsveit mikið og heyrum þessar áhyggjur og þetta tengist auðvitað líka bara annarri starfsemi, þessi tollastríðshótanir og annað sem eru nú þegar farin að hafa áhrif og það sem að við höfum horft til þess að halda áfram að gera að halda öllum upplýstum það hvernig íslenskt samfélag það sem að Ísland eigi að teljast öruggur áfangastaður. Við séum herlaus þjóð og við séum þátttakendur í samstarfi við Bandaríkjamenn og þátttakendur í samstarfi við Evrópu. Á sama tíma að halda áfram að leggja áherslu á það að hér séu allir öruggir, sama hverjir þeir eru og hvaðan þeir koma og allt slíkt. Við sjáum öfgarnar og bakslögin sem að verða í baráttu til dæmis hinsegin fólks og jafnréttisbaráttunni og það gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að halda því á lofti að hér á Íslandi séu fólk sem eru minnihlutahópar annars staðar séu öruggir og geti hingað komið og það mun alveg örugglega endurspeglast í því að við lendum ekki á einhverju listum yfir lönd sem að telst ekki gott að vera að fara til sama hverð þú ert og það ekki að sé bara eitt af því sem að getur verið hluta af okkar átaki til þess að bregðast við þessari stöðu að halda þessu mjög kyrfilega á lofti og halda áfram að tryggja það að umræðan hér á landi sé með þessum hætti. Guðbjörg, hvernig viltu þú stöðuna? Sko eins og okkar fyrirtæki
svolítið fjölþætt. Það svona mismunandi eftir hvað ég að horfa á, hvernig við metum stöðuna, en svona ég bara meta frá okkur, það til dæmis fækkun í gistingin búin að minnka á milli ára, í janúar, febrúar og á mars verður líklega pari. Sumar þetta lítur út fyrir að verða minna í gistingu. Aftur á móti veitingastæðurinn hann stendur í stað og eiginlega að verða aðeins betri, loksins, þannig að það var algjör bastarður fyrstu árin, svo það kom tím til. En ferðinir okkar, við erum með svolítið mikið með þetta Amerikunum hjá okkur, það er stór kunnahópur í ferðaskrifstofunni og ég var að ræða við kollega minn sem við erum miklu samstarfi við, hún verið að koma með svona sjálfbærni háskólahópa til að læra, við erum að vinna í samstarfi við HR með þessa hópa, við komum ára 10 sömur árið og hún heldur að þetta hafi áhrif á til dæmis þessa háskólanema sem eru með háskólavísa, þeir vilja ekki endilega fara út á landinu því þeir hrættum að komast ekki eftir baka. Svo að þetta alls konar sem hefur áhrif og efnahagsástandi og allt saman og það maður er alveg svona svolítið smeykur líka eftir síðustu ár, það maður kannski ræður af alls konar svona, en vonandi bara, gengur þetta vel. Já, takk. Ég tek undir mikið sem kemur þar fram. Ég að sjá aðeins minni bókanir hjá mér bæði á hótelinu og á matsölustafnum. En eitt sem að ég myndi vilja koma inn á er líka það, sko, við eigum það til svolítið þegar talaði ferðaþjónustunni í heild sinni að tala í einhverjum meðaltölum, en það er alls ekki þannig að þegar við sem að störfum á landsbyggðinni vitum það getur kannski verið 2% niður á landsvísu, en það getur verið sko pluss 2% í Reykjavík og mínus 30% á Austurlandi og ferðaþjónustan er bara mjög stór hlutir af þessum litlum samfélögum og við þurfum líka að taka til þess sko hvernig dreifingin er yfir landið. Eitt af þessum markmiðum allavega hjá mér sem rekstraraðila á landsbyggðinni var það að við viljum fá ekki endilega bara alltaf fleiri og fleiri gesti, við viljum fá gesti í lengri tíma sem fara lengur út á land og skilja meira eftir. Ég vildi bara fá að koma inn á það. Já, mjög gott. Sko, eitt af því sem hefur verið í umræðinni og við talaðum líka núna sko að það er þetta hvaða skilaboð við erum að senda frá okkur sem bara ferðaþjónustu land og hvaða ímynd við höfum á erlendum mörkuðum og eitt af því sem við höfum auðvitað saknað við mikið í ferðaþjónustunni undanfarin árið þessi almenna neytendamarkaðssetning. Það er að segja svona þessi almenni áhugi á Íslandi ef hann er ekki fyrir hendi þá er enginn að kaupa eða leita vörum til Íslands og það hefur verið þannig hjá okkar samkeppnisþjóðum að þær er að setja pening í þetta opinbert fé, almenna markaðssetning og síðan koma fyrirtækin á eftir með söluaðgerðir og elta þetta og þetta hefur vantað hjá okkur síðan 2022 þannig að við erum ekki nema 100 milljónir sem voru settar í tengslu við umræðinum Grindavík. Við þetta er eitthvað sem og síðan fengum við 200 milljónir núna í þessa almennu markaðssetningu. Sérfræðingar Íslandsstofu hafa reiknað út að við þyrftum líklega 5 sinnum hærri upphæð til þess að hreyfa við þessum mörkuðum og koma skilaboðum og svona áhuga á stað á okkar helstu mörkuðum. Svona kannski fá aðeins komment á þetta. Hvað finnst ykkur þessa almennu markaðssetningu? Margir skilja kannski ekki að hún sé einhver leiti greidd af opinberu fé. En svona það verður gaman að heyra ykkur svona aðeins ræða þetta og hvernig þið sjáu þetta. Já, við höfum þetta bara í gennum tíðina talsveit góða reynslu af svo ég takki nú bara þau átök sem við höfum farið í eftir Eyjafjallajökulsgosið til dæmis 2010 og fleiri skipti þar sem við höfum alveg séð það að sameiginlegt verkefni ríkisins og geirans hafa skilað sér í tekjum fyrir báða aðila. Þannig að ég er ekki neikvæður á það að tala fyrir svoleiði samstarfi. Mér finnst það bara að vera fordæmi sína það að það hefur verið að skila tekjum í ríkis og það hefur líka verið að skila tekjum til fyrirtækjana og inn í geiran og þannig að ég er bara frekar jákvæður á samstarfi þetta. Já, ég tek undir það að við erum nú hér að vísa til Inspired by Iceland og að markasetja land, það er langtímaverkefni, það er langhlaup og þar má ekki slá slöku við, þar getum við ekki allt í einu sest einhvern veginn niður og sagt hefur nú er þetta bara komið,
vegna þess að við eigum bara í mjög harðri samkeppni við önnur lönd og sérstaklega núna nágrannalöndin okkar eins og Norður-Noreg, Svíþjóð, Finnland og við erum að sjá að fólk er að velja frekar núna fyrir til Noregs heldur en hingað. Þannig að þetta, ég vil ekki eingöngu tala út frá markaðsátökum vegna þess að ég held að við verðum að vera ongoing, skiljum. Við verðum að vera með einhverja fjárhæð sem við tökum frá sem er konstant. Ekki, þetta er svo íslenskt hjá okkur þegar við rjúkum til, það kemur upp vandamál sem eldgos og þá rjúkum við til og förum í risa átak og svo gerst ekkert. Þetta verður að vera alveg viðvarandi og ég vil nefna sem dæmi að því að það bara endurgreiðslur til kvikmyndagerðar að þær hafa verið umdeildar en þær hafa samt sem áður valdið því að hér hefur orðið til gríðarlega öflug grein í kvikmyndaframleiðslu og við höfum náð að gera það að alvöru atvinnugrein þar sem fólk er með vinnu við það allt árið en ekki bara í einni íslenski kvikmynd eða eitthvað slíkt heldur hefur okkur tekist að laða hingað til lands í þau verkefni bara erlend stórverkefni sem kom og taka upp eitthvað lítið sem að ferðaþjónustan síðan hefur hagað líka því að það þarf að hýsa það fólk og næra það og svo framvegis. Þannig að ég vil ítreka við verðum að vera með fasta í þessu. Svo vil ég líka fá að nefna að bara það sem hér var sagt að við skulum líka passa okkur að því að tala ekki ferðaþjónustuna alltaf sem eitt vegna þess að það eru svo margir ólíkir kraftar og fyrirtækin eru ólík en þetta er eins og ég sagði að ferðaþjónustan er að vera burðarás í íslensku atvinnulífs löngu orðin burðarás en er að nálgast það að verða stærst útflutningstækni. Já, mér okkar kannski aðeins bara bæta við ég var kannski ekki endilega að tala fyrir því að þetta vera í átaki alltaf heldur ég er algjörlega sammálaður Guðrún með það að þetta er sífellu verkefni. Ég var að vísa til bara þessa góða samstarf sem hefur verið það þegar við höfum farið af stað og ég held við getum nýtt það til þess að halda áfram að byggja frekar undir það. Og langar kannski að því að við erum að tala líka efnahagslega áhrif af ferðaþjónustunni og mér finnst oft vanta inn í þá umræðu menningarlegu, þessi jákvæðu menningarlegu áhrif sem við erum að sjá. Bæði það að ferðaþjónustan er náttúrulega að koma með alls konar hluti inn sem eru skemmtilegur og spennandi og svo líka það að við erum að sjá miklu meiri fjölbreytileika í mannlífinu, í samfélaginu, í starfsfólkinu ykkar sem er að koma allstaðar að, kemur með sín áhrif inn í samfélaginu og við þetta sjáum mjög víða hér á Suðurlandinu þar sem við erum að sjá áhrif af fjölþjóðlegu starfsfólki hvað hefur jákvæð áhrif inn í samfélagið sitt og er að auðga okkur með mjög jákvæðum hætti og þetta er oft vanmetið þegar menn er að tala áhrif ferðaþjónustunnar á og horfa á fjárhagslegu niðurstöðurnar þá gleymum við oft þessu gríðarlega mikla samfélagslega hlutverki sem að ferðaþjónustan gegnur í að gera landið okkur ennþá betra. Já, ég er sammála því. Það er virkilega skemmtilega að búa á Íslandi út af ferðaþjónustunni en við erum auðvitað í þessu samtali að horfa svolítið á þennan efnahagslega bolta hann er svona grunnurinn en ferðaþjónustan hefur auðvitað bara gjörbreytt Íslandi og besta byggðastefna sem að nokkur hefur getað látið sér dreymum en aðeins kannski að halda fram að ræða þessu almennu markaðssetningu og hvað áhrif hún hefur verið að gæta haft. Já, ég bara hjartanlega sammála þessu með samfélagin þau verða einsleitið að vera með þessa ferðaþjónustu og einmitt með dreifbýli líka þau hefur gert að verkum að margir geta flutt aftur heim sem eru kannski búin að mennta sig og koma aftur tilbaka svo hún er rosalega mikilvæg og markaðssetningin er rosalega mikilvæg því að við erum oft svolítið kókrust hérna heima og höldum bara að fólk komi hingað af því bara að þetta er frábært en það er náttúrulega alls ekki þannig og þá þarf að leggja mikið í markaðssetninguna líka til þess að gera þannig bransa heilsársstörfum það er svo rosalega mikilvægt að það sé ekki bara svona seasonal eins og þetta hefur verið og sérstaklega eins og við finnum út á landi svo að tala það er alveg og bara það eins og norðurljósin sem við erum svo rosalega lukkulega með öll þessi norðurljós okkar við ættum að gera svo miklu meira hvað það varðar upp á það að fá vetrartrafikkinn hingað og við erum svo að mörgulegt eftir á með löndin í kringum okkur sem eru búin að keyra á þetta og svo er það líka það að markaðssetning er ekki bara til þess að fá inn
markaðssetning er náttúrulega stýritæki, hvernig fólk viljum við fá, hvað viljum við standa fyrir og hvað viljum við gera og hvað er ferðarþjónustan okkar, fyrir hvað stendur hún, hvernig fólk viljum við fá og þetta er allt markaðssetning sem gerir þetta og það er mjög mikilvægt, já. Og ég vil líka kannski benda á það líka þegar við tölum samspil milli menningarlegs áhrifs og efnahagsáhrifs, og þetta er það gott að við getum fengið fjölbreytileika inn í lítil samfélög, til dæmis með tilkomu erlends vinnuafl. En við getum ekki tryggt það til lengri tíma eða við eigum að vera að díla við samdrátt og einhvers konar sveiflur. Af því að grundvallaratriði að geta haldið þeim öllum í vinnu það að við höfum bara nógu mikið business til þess að geta varið þessu störf. Mér finnst þetta mjög áhugavert eins og þegar við tölum skattspor ferðaþjónustunnar upp á það bil 200 milljarðar, að budgetið sem Íslandsstofa fær til þess að markaðssetja okkur eru 200 milljónir, góð 0,1%. Það hlýtur að segja okkur eitthvað það að augljóslega er ekki nógu miklu fjármunir varðveittir í þetta. Og svo var ég núna á fundi með gististaðanefndinni þar sem við erum að sjá smá samdrátt í breskum ferðamanni yfir veturinn. Hvað kemur til þar? Svo getur allt breyst. Við erum hér að bjóða upp á náttúrulega ferðaþjónustu. Það var norðurljós í Manchester 2024. Af hverju ætti Bretinn að koma til okkur og eyða 4.000 pundum í að ferðast þegar hann getur náttúrulega séð þetta út úr gluggunum sínum? Og hvernig ætlum við að bregðast við til þess að þeir halda áfram að koma? Ég hef ekki teilt það. Takk fyrir þetta. Það komið fram skattspor íslenskra ferðaþjónustu eru 200 milljarðar á ári og það eru mörg kerfin okkar sem eru farin að reiða sig á tekjur af ferðaþjónustunni og fyrir utan svona almenna skattlagningu þá erum við auðvitað líka með sértæka skattlagningu eins og gistináttaskattinn, innviðagjaldið sem hefur valdið töluverðum usla á skemmtiferðaskipin sett á fyrirvaralaust. En samt sem áður þá eru núna í samstarfsyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hugmyndir að fara að leggja á auðlindagjald á ferðaþjónustuna. Og við svona sem störfum í greininni, okkur finnst það pínulítið súrt auðvitað, það eru mjög góða tekjur af greininni, það eru blikur á lofti og það sem stjórnmálamennir okkar að hugsa hvernig þetta ná meiri peningum út úr greininni og það er þannig að ef að við hækkum verðið á Íslandsferðum þá dregur úr eftirspurn, það dregur úr samkeppnishæfni okkar og samkeppnishæfni er auðvitað lykillinn af því að við getum haldið áfram að draga þessar tekjur inn í samfélaginu. Mér langar aðeins að vitna eins og stundum er gert eftir kosningabaráttu. Víðir lét eftirfarandi orð falla í kosningabaráttunni, spurður hvernig ég afla aukinna tekna fyrir ríkissjóð. Þá segir hann, ríkið tekur 10 vinsælustu ferðamannastaði landsins, rekur 10 vinsælustu ferðamannastaði landsins. Ef við segjum að það kosti 10.000 krónur að heimsækja þessa staði samtals, þá skilar það 15 milljörðum í ríkiskassan á ári, segir Víðir, en bætir við að þetta þurfa að gera í samstarfi við ferðaþjónustuna, algjörlega sammála því. En spurningin, eiga þessi ummæli enn við í dag, Víðir? Ef við kannski byrjum á þessari auðlindagjaldaumræði hjá þér. Já, bara takk fyrir það. Gott að vera myndir og hvað maður segir. Það er bara mjög jákvæmt. Við stjórnmálamenn eigum ekkert að segja það sem við meinum ekki og við maður meina það sem við segjum. Já, það er auðvitað verið hluta því sem við höfum fjallað í stjórnarsáttmálanum eru auðlindagjöld og það eina sem hefur verið rætt núna á þessum fyrstu, ef ég man það rétt, er ekki ríkisstjórnin 100 daga í dag, ég held það, sveimir þá, að það er það að þetta ætlum við að ræða í góðu samstarfi við alltaf aðeins sem koma að þessu málum. Þannig að þessi vinna er ekki hafin og við ættum okkur, þegar kemur að því sem snertir ykkur sem hér eru, þá ætlum við að gera það í samráðu við ykkur. Við verðum alveg örugglega ekki sammála þetta og það er ekkert óeðlilegt við það, en við erum að horfa á það að samfélag okkar er að vera dýrar í rekstri og það eru miklar áskorunir á innviðina. Ég horfi eins og Stefán hjá G.O. Træðar sem gerir rútur við erum allt þetta, menn átti sér alveg á hvernig staðan er á vegunum, hvernig það fer með tækin ykkar sem eru þar og fleiri sem ég þekki hérna inni sem eru í miklum áskorunum vegna þeirra innviða sem að ríkir á og rekur sem tengist mjög ykkar þjónustu. Það
ágætis umfjöllun aukin kostnað heilbrigðis þjónustunnar í síðasta ársreikningi og áskýrslu Landspítalans. Þannig að við teljum að þurfum að gera, en það þarf að gera það á þess að valda tjóni. Og eitt af því sem við erum að horfa á núna er hvaða afleikar hafa innviðagjöldin á skemmtiferðaskipunum. Nú fer það að koma raunverulega í ljós þegar tímabilið að fara á fulla ferð, og þá munum við sjá og geta metið það í haust hvaða áhrif svona skattlæning hafði á það. Og það mun auðvitað einhverju leyti marka líka umræðuna í framhaldinu. Við erum ekki að horfa á það að fara að hækka virðisaukaskattinn. Ég veit að margir hafa velt í fyrir sér hvort að það standi til að hækka virðisaukaskattinn og fara með ferðaþjónustunni evra, það stendur ekki til að gera það. En við erum bara að skoða alla þessi leiðir, og við erum líka, eins og kemur fram, þá er ferðaþjónustunni alls ekki eina greinin sem undir þegar við erum að ræða auðlindagjöldin. Við erum líka að tala laxeldi á landi, við erum að tala raforkuframleiðslu, við erum að tala fleira og fleira. Og þannig að við erum bara svolítið eftir að vinna þetta í sammenningu, en það eru svona nokkur grunnatriði sem eru samt á borðunni á okkur í þessu. Það í fyrsta lagi fyrirsjáanleiki, og það bara skýr skilaboð. Það var skýrustu skilaboð sem ég tók með mér á Efstadal þegar við vorum þar að tala saman í haust, var að þið eru að selja ykkar þjónustu 2-3 ár fram í tímann, og ef við ætlum að fara að breyta gjöldunum á ykkur með styttri fyrirvara þá setur það ykkar rekstur á við uppná. Það er engin áhugi fyrir því hjá okkur. Þannig að þetta er eitt af því sem við erum að horfa á þessu. Þannig að hitt annars sem ég get nefnt það að við telum líka mikilvægt að hluti auðlindagjaldanna verði eftir á þau svæðum þar sem þau koma til. Og þá erum við að hugsa aukna tekjumöguleika sveitarfélagana, þar sem að þau getur þá haldið áfram og byggt undir þá starfsemi sem að snýra þjónustu við ferðamenn og annað slíkt. Þannig að þetta er svona það eina sem ég ætla að segja og lofa er það að við erum ekki að fara að stað í einhver auðlindagjöld á ferðaþjónustuna án samtalsins við ykkur. En ég veit ekki alveg að við verðum ekki alveg saman um það, en við viljum samt bara taka samtalið og sjá hvert það leiður okkur. Þú þér ekki setja þetta eins? Já, takk fyrir. Það við akkurat áttum mjög gott spjall þarna í Efstadal, þar sem að eins og þið sem að rekið gististaði eða hafi verið að sjá skemmtiferðarskipin, að það þarna kemur til okkar einhver skellur í formi þessara gjalda, hvort hann heitir gistinóttarskatturinn eða annar, og þá fáum við ákvörðun hvort ætlum við sem rekum að taka á okkur skellin, eða hvort ætlum við að fara núna eftir á og hringja í fólk sem við sömdum við fyrir ári síðan og reyna að kreista út af þeim meiri pening. Það er alltaf vont, og það huggar mér mikið að vita það sem opið hér fyrir opnari samstarfi og þetta skilji vera fyrirsjáanlegt. Þannig að það sem skiptir máli hérna er að við erum kannski að, eins og þú segir, gera samningar 2-3 ári eftir fram í tíman, og skilaboðin sem að íslenska ferðaþjónustan þarf að gefa út alþjóðlega svo við erum áreiðanleg og við ætlum ekki að koma á síðustu stundu og koma með einhverja breytingar. Það er hægt að treysta á að vera í viðskiptum við Ísland sem áfangastað. Við ætlum ekki að koma og svo eftir á hyggja að reyna að fá eitthvað meira út af ykkur. Nú að ég, austurrískar tengdamóðir, hún byrjað að pota í mig og spyrja, herðu, ég þarf að fara að græja sumarfríi með 2027, hvenær á ég að koma í heimsókn? Og ég segi, minn almáttur, ég ekki hugmynd. Þarna er markaðurinn okkar að hugsa. Já, ég varandi auðlindagjöld, þá er ég persónulega ekkert endilega á móti auðlindagjöldum. Og ég held að framtíðin sé þannig að við þurfum að fara að borga fyrir auðlindinu sem við nýta. Svo það per se er ekki endilega almálið, en það sem ég finnst bara hvernig þetta gert. Við þurfum fyrirsjáanleika og við þurfum að vita þetta eins og hann var að segja, þá verð ég að gefa, og ég lefum að fullera flestir sé að senda út verðlista allan ársfyrirvara. Og við þurfum líka að vita, þá þarf að vera gagnsæi í þessu líka, í hverju peningar er að fara. Er þetta að fara í náttúruvernd, í rannsóknir, í uppbygging á svæðunum? Og við þurfum að geta kynnt þetta alveg fyrir kúnnunum okkar, því ef þeir skilja hvað er að borga og fyrir hvað, þá er þetta ekki endilega vandamál. Og svo í þriðja lagi, þá þarf náttúrulega líka að setja skýra regluverk annars konar gjaldtöku á landinu, því að það er alveg stórfurðulegt að fólk er að borga þarna og svo borga hist og heyrðum allt land, og það er ekki neins svona
samræmi í því fyrir hvað fólk að borga. Þetta skapar ekki traust hjá ferðamanninum og skapar heldur ekki traust hjá okkur. Svo það bara mikilvægt hvernig þetta gert. En prinsipilega séð þá ég ekki á móti auðlindagjöldum og mér finnst það alveg eðlilegt, en bara hvernig þetta gert, það skiptir máli. Og það eins og það var ferðamaður hjá okkur daginn sem var að tala að hann hefði borgað 40 skall í gjöld þegar hann keyrði hringinn í kring landið. Og hann sagði að peningurinn skipti ekki öllu máli, hann bara skildi þetta ekki. Og það mjög mikilvægt að skilja þetta. Já, takk fyrir þetta. Ég kem nú úr flokki sem að talar fyrir svona, frekar að lækka skatta en að hækka og búa að gefa súrefni til heimila og fyrirtækja. Og ég get sagt þér hvaða áhrif skattur og skemmtiferðaskipin þýðir. Það þýðir bara miklu færri komur. Hér stærsta fyrirtæki eftir því sem, einhver þetta sem veit það kannski betur en ég, en eftir því sem mér skilst að þá hafi stærsta fyrirtæki í þessu bransa að það hægt. Það kemur ekki í sumar, heitir ekki Silver Line. Það ekki? Ég held að það sé ekki að koma. Ég tek undir með þér að það þessi fyrirsjáleiki og að fólk skilja þetta. Við verðum að hafa í huga Ísland háskattaland. Hvort sem að það eru skattar á einstaklinga eða fyrirtæki, þá erum við hér háskattaland. Og allar álögur á ferðaþjónustuna, nú á að fara að koma aftur með kílómetragjald. Það eru auknar álögur á ferðaþjónustu. Hér talað rútubílstjóra eða, bílstjóra í ferðaþjónustu sem keyra á vegunum. Jú, vissulega eru vegirnir okkar mjög illa farnir, en við erum líka með aukagjöld þar og endurmenntun bílstjóra og annað sem líka íþyggjandi fyrir greinina. Þannig að við skulum hafa þeim huga að ferðaþjónustu á Íslandi tiltölulega ný atvinnugrein sem enn í miklum fjárfestingafasa. Og ég vara við því að setja of mikla byrðar á grein sem að byggja sig upp, að byggja upp mannvirki hringinn í kringu landið og við erum enn að kalla eftir því. Hins vegar finnst mér aftur á móti algjörlega óþolandi að eins og þú nefnir að hér séu ferðamenn að fara borga út og suður og vita eiginlega ekki hvað þeir eru að borga fyrir, að við höfum ekki svona einhvern veginn heildarsýn eða náum utan þetta verkefni svona í heild til hagsbóta þá fyrir greinina, fyrir landið okkar, en einnig fyrir ferðamenn. Og þetta það sem sker bara úr það hvort að fólk komi eða ekki. Hvaða að borga með buddunni sinni? Hef ég eftir á að koma? Ég get nefnt sem dæmi að ég hef aldrei á ævinni farið til Grænlands og mér langar rosalega til Grænlands og alltaf þegar ég fer að skoða flug til Grænlands þá finnst mér það bara, ég get bara farið með 4 manna fjölskyldu til Danmerkur eða Ítalíu í staðinn fyrir að fara líka við ein til Grænlands. Þetta þessi punktur sem að fólk, bara venjulegt fólk út í heimi horfir á. Hvað verður valjúið í fríinu mínu? Fyrir nokkrum ári keyrði ég upp allan Noreg og sem var stórkostlegt. En ég kom heim og ég fekk 70.000 sem að var síðan dregið af mér í vegatolla, í ferjutolla og allt mögulegt sem að ég hafði ekki gert ráð fyrir. Þannig að ég tel að gjald auknar álögur á ferðaþjónustuna líka sérstaklega í því andrými sem við nefndum hér í upphafi verða að vera mjög varfærnar. Takk fyrir þetta. Þessu fer nú að ljúka. Mér langaði svona kannski aðeins í restina að fá svona kannski aðeins til að bara horfa til framtíðar varðandi ferðaþjónustuna. Hún er náttúrulega gríðarlega öflug á Suðurlandi og svona hvernig þið sjáuð og vonist til að sjá greinin okkar þróast á næstu misserum og næstu árum. Kannski biðja þig Ísak að byrja. Takk fyrir svo hérna í þessu áttinni. Sko, ég get sagt fyrir mig að ég held að sú þróun sem væri jákvæð að sjá hér væri það að við værum með fólk sem gistir í lengri tíma, sem að eyðir meira á haus, sem fer dreifðara út á land. Þetta snýst ekkit endilega fjölda, sko.
Þetta eins og bara í okkar rekstri, þá erum við núna komin á þann stað að fara að huga, við tökum örugglega bara á móti of mörgum gestum. Núna bara komin spurning, þurfum við ekki bara að fara að taka þjónustustigið okkur upp og fjölda niður? Af því að það bara minna slit og rekstraniður staðan kannski sambærileg. Það hægt að segja það sama Ísland. Allavega er það mín persónuleg skoðun. Ég vil sjá lengri dvalir og að fólk fari lengur út á land heldur en endilega meiri fjölda. Ég rosa bjartsýn gagnvart þessari gagnvart ferðaþjónustunni í heild sinni. Við erum með frábæra vöru, það gott að vera hérna, en við þurfum bara alltaf að passa það að sko verðlagið og það sem við erum að bjóða fram fari að þetta sé í takt. Já, ég bara mjög bjartsýn að eðlisfari, svo ég held að framtíðin sé bara björt. Og við höfum náttúrulega svo ótrúlega fallegt land og fallega vöru til að bjóða upp á og ég trúi bara að við höfum eftir að gera þetta vel og við stöndum fyrir, við erum náttúrundir sem vilja koma til landsins og ég held að við byggja enn vera því og mig langar að sjá að framtíðin verði svona minna ástíðabundin, það verður bara jafnt og þétt allan á sig sving, það algjör draumur og fólk myndi vera í lengri tíma og ég held líka að það sé trendið í heiminum að fólk vill ferðast í lengri tíma í senn því að það það sem að koma skal, svo ég held að það verði framtíðin og ég vil líka sjá að ferðarþjónustan verði svona eftirsóknarverður vinnustaður, fólk vilji vinna í ferðarþjónustunni því það farið vel með starfsfólki okkar og þetta skemmtilegu vinnustaður, skemmtileg vinna, svo þetta það sem ég sé í framtíðinni, þetta verður bara geggjað. Já, þetta mér bara skilabóðin þá sem að við erum að taka til okkar stjórnmála fólkið að hvernig þið sjáu þetta fyrir ykkur, ég held að það sé bara ég er alveg sammála ykkur í þessu sem þetta að segja að framtíðin á að vera björt í þessu og við eigum að vera björt sín og ég tek alveg undir það með ykkur. Ég líka sammála því sem þú ert að segja Ísak varðandi það að þessi umræða sem stundum hefur verið að Ísland sé uppselt eða það sé of mikið af ferðamönnum hérna áskorun fyrir okkur er að fá þetta til að njóta fleiri staða. Það getur vel verið að einstakir staðir séu orðnir mjög átrúðnir og við höfum þetta að sé það bara þegar við varum frá náttúruvernd að einstakar staðir hér, kannski sérstaklega hér á Suðurlandi er orðin ansi þéttsetnir og mann hefur þurft að grípa til umtalsverð og dýrra aðgerða til þess að verja þá náttúru eins og bara getur nefnt dæmi eins og Þingvellir sem búið að fara í miklu uppbyggingu en við höfum líka að horfa á það hvernig getum við fengið ferðafólkið okkar til þess að fara lengra, vera lengur og þar leiti skil okkur líka meiri þannig að verðmætasköpunin í greininni verði meiri og ég held að það sé hlutverk okkar á sama tíma og við erum að finna hæfilega tekjuöflun fyrir ríkissjóð til að standa undir rekstur þeirra innviða sem að skipta ferðaþjónustumáli að þá verðum við á sama tíma líka að horfa á það hvernig við nýtum landið okkar þá er ég tala allt landið okkar betur eins og ég nefndi hérna með Vestmannaeyjar áðan við getum tekið fleiri staði umræðan Dettifoss er verið eitt af því sem að margir hér þekkja vetrarþjónustu þar á hana og við sjáum bara fleiri svona staði þar sem við getum gert betur og nýtt landið okkar betur og fengið á það meiri tekjur öllum til hagsbóta. Já, takk. Mér langar að nefna bara eiginlega eitt orð og það eru gæði. Það eru gæði og það eru gæði í dag í íslensku ferðaþjónustu. Mér langar að fá hrós ykkur hér inni því að þið eru búin að fara hér í gegnum þvílíka brimskafla síðustu ár eftir heimsfaraldurinn og að hafa náð að halda atvinnugreininni á þeim stað sem raun ber vitni og keyra hana í gang eftir heimsfaraldur er auðvitað afrek. Það sýnir mikla þrautseigju og líka kjark en ég vil fá að nefna sérstaklega að við verðum að tryggja gæði í greininni því að þannig getum við líka haldið verði uppi. Ég blæs á það þegar sagt að hingað á síðast ári komu tæplega 2,3 milljónir ferðamanna og það segja allir að það sé allt of mikið. Ég hef alltaf svo gaman að segja frá því að allt mannkynið getur staðið á Vatnajökli og það er ennþá pláss fyrir fleiri. Og þið vitið eins og ég að Vatnajökull er nú bara pínlut partur af Íslandi. Þannig að þið sjáu hvað Ísland getur nú borið marga. Og jú, hér í Suðurkjördæmi, hér er langmesti fjöldi ferðamanna. Og maður finnur það sjálfur þegar maður kemur austur fyrir Jökulsárlón að þá er orðið færri og færri. Það er verkefni okkar, að það er að búa til fleiri vörur á góðum gæðum
hringinn í kringum landið þannig að við getum dreift og nýtt fjárfestinguna allt árið kring. Það er auðvitað alveg hrikalegt þegar að hér eru bara glæsileg hótel sem eru lokuð á veturnar. Við verðum að tryggja það og það gerum við líka með samspili stjórnvalda í samgöngum þannig að fólk komist þó allavega til okkar á staðina. Þannig að það eru kannski þau skilaboð sem við langar að skila hér eftir. Og þið eru að standa ykkur frábærlega hvað gæði varðar. Já, kæra þakkir Guðrún, Víðir, Guðbjörg og Ísak, kæra þakkir fyrir að koma inn í dag og taka þátt í þessu. Ég vona að það hafi verið áhugavert, kæru félagar. Það er auðvitað margt sem hefði verið hægt að ræða hérna en þetta var tímaramminn og þetta er það sem við ætlum að bjóða upp á í dag. Kæra þakkir.
Kæru félagar, við ætlum að halda áfram og snúa okkur að aðalfundarstörfum. Við ykkurum að taka ykkur stöðu. Við kýrum á það klukkan 10:02. Hjartanlega velkomin á aðalfundin okkar aftur. Það tíðkast hér hjá samtökunum að skipa fundastjóra og fundaritara, það er ekki lögð fram tillaga. Baldur Sigmundsson, lögfræðingur samtakana, hann ætlar að vera ritari fundarins. Og svo höfum við fengið reynslubolta sem er bæjarfulltrúi hér í bænum og starfsmaður í greininni, Mountaineers, Friðrik Sigurbjörnsson, sem ætlar að vera fundarstjóri hér í dag. Gefum hann gott klapp. Já, kæru félagar, ég þakka það traust sem mér og Baldri er sýnt hér í dag að fá að stýra þessum fundi. Og ég býð ykkur eins og Guðrún hér rétt áðan, bara hjartanlega velkomin í okkar heimabæ. Hveragerði er þetta svona, blóma- og ferðamannabær, má segja, en hér hafa ferðamenn, hingað hafa ferðamenn komið bara áður en að byggð hófst og hefur elst með hverju ári síðan. Ég kíkti aðeins hérna á barinn í gærkvöldi og ég held að þessi orðið fundafært fyrst að Sara er mætt hérna, vinkona mín og alla. En ég ætla samt að fara aðeins yfir fyrirkomulag fundarins. Fundarboðið var sendt út til félagsmanna í tölvupósti þann 23. janúar síðastliðinn og telst því rétt boðar enda þarf að boða til hans með minnst 14 daga fyrirvara. Áður en ég fer yfir dagskrá fundarins þá ætla ég að bjóða hann Pétur Markan, bæjarstjóra Hveragerðisbæjar, hér upp á svið til þess að segja örfá orð. Gjörðu svo vel, Pétur. Já, ágætu fundarmenn. Ég veit að það er búið að bjóða ykkur tvisasinnum. Velkomna og velkomin til Hveragerðisbæjar. Ég ætla að gera það í þriðja skipti. Og ég ætla að gera það þannig að leið ætla ég að lýsa bæði gleði minn og ánægju með að þið séu komin og fundurinn sé haldinn hérna. Og mér langar aðeins í leiðin að fara yfir hversu mikils virði þessi atvinnugrein er fyrir okkur. Og ekki bara fyrir okkur, heldur líka þjóðarbúið í heild sinni. Það er þannig, ég var nú að koma yfir heiðina á sprettinum og stendur yfir landsþing Sambands íslenskra sveitafélaga og
og ég var svona að haska mér út af fundi og einhvern veginn að sneika mér á milli borða og láta eins og ég væri ekki til, eins og maður gerir þegar maður fara út á miðjum fundi, og þá gaukaði einhver að mér okkur þetta fara og hvernig nennir að fara yfir heiðina, af því þetta skiptir mér máli. Þetta skiptir alveg óbóðslegu máli að geta átt þetta samtal þessa ekki bara vaxandi atvinnugrein, heldur sú atvinnugrein sem gæti mögulega mótað heiminn hvað mest. Og hér kannski kem ég að því sem langar að tala. Ég gæti rætt einhvers konar hagtölu við ykkur og hvers vegna það skiptir máli út frá framleiðslu og framleiðslu getu og hvað hún að skila atvinnugreinin inn í þjóðarbúið, og allt þetta mjög mikilvægt og mikilvægt fyrir okkur í Hveragerði. Ég ætla að fara og leggja út af tveimur öðrum punktum. Mér langar fyrst að minnast á að staðurinn sem við erum á, hótelið, hérna, Hótel Örk, dásamleg og frábær saga eldhuga ferðarþjónustu. Þetta hótel, það tekin skóflustunga 1985 og þótti glórulaus hugmynd. Gjörsamlega glórulaus hugmynd, og rýmið sem átt að byggja, og sundlaugin sem átt að vera hérna, og gestirnir sem átt að koma. Allt þetta þótti fráleit hugmynd, og þetta tók langan tíma. Ég var hérna í mars, í febrúar, og þurfti að vera við nótt, og var vont veður, og það var heiðin var lokuð, og ég gisti hérna. Og það sem það tók á móti mér, auðvitað veit ég og þekki mannlífi, ég þekki hvernig driftin í atvinnulífi, en það rosalega gott líka að reyna það eigin skilni. Vegna þess að hérna einhverja febrúar nótt, miðvikudags, nótt og kvöld, það var kjaftfullt. Það var kjaftfullt á veitingastæðum og það var kjaftfullt í bænum. Þetta umbreytingin frá því sem að menn voru að rýna í 1985 þegar að Hótel Örk var þóttið fráleit verkefni. Og þetta var mjög erfitt. Og oft var þetta næstu því að rúlla yfir. Og framkvæmdin, hún kostaði ofboðslega ástríðu og hún kostaði að horfa fram í tíman. Þess vegna finnst mér Hótel Örk vera frábært dæmi elju og dugnarferðarþjónustunnar, að horfa fram í tíman og gefast ekki upp. Og þess vegna atvinnugreinin á þessum stað sem hún í dag. En að þessum tveimur punktum, vegna þess að það tvennt sem mér mjög hugleikið þegar ég horfa ferðarþjónustuna. Fyrsta lagi tengingin á milli manna. Það engin atvinnugrein sem tengir fólk jafn vel og að ferðarþjónusta. Milli héraða, landa, álfa. Því meira sem fólk ferðast og því meira sem fólk hittist, því minna hatur, því minni óróleiki í heiminum. Það viðskipti og tengsl sem að viðhalda frið í heiminum. Þannig að sú atvinnugrein sem stuðlar að þessu atvinnugrein framtíðar. Þannig við þurfum að stuðla að því að sem flestir ferðist, múrarnir séu sem fæstir og minnstir, og við þurfum að koma fólki á milli staða. Við þurfum að koma fólki á milli landa, álfa. Við þurfum að koma því þannig fyrir að fólk hittist, kynnist og átti sig á því að það tiltölulega svipað og ekki eins. Þetta alveg ótrúlega mikilvægur punktur fyrir atvinnugrein til framtíðar, vegna þess að þetta stuðlar að mestu gæðum mannlífsins sem friður. Hitt og mér þykir mjög áhugavert, að ég fullyrði það, sú atvinnugrein sem viðheldur íslenskri þjóðmenningu hvað best, kynnir okkur fyrir gömlum staðháttum, grefur upp alls konar sagnfræðilegar heimildir og þekkingu á hlutum sem jafnvel orðin útdauð, grefur þetta allt upp og kynnir fyrir ferðamönnum, það ferðarþjónusta. Og það ótrúlega magnað að sjá hvað hugvitið mikið þegar að kemur að því að kynna nýju fólki staðhætti, tungu, menningu, og þetta ofboðslega mikilvægt
fyrir atvinnugrein, ekki bara að skila glerhörðum til. Ef okkur er umhugað sögu okkar, þá er ferðaþjónustan einmitt sú atvinnugrein sem er alltaf að leita að sögunni til þess að segja. Og það er að mínu viti algjörlega til fyrirmyndar og myndar ákveðna sérstöðu sem ég er þakkláttur fyrir. Af þessu sögu, ég ætla ekki að hafa þetta lengra, þá vona ég að þið eigið framundan grósku og uppbyggilegar umræður atvinnugreinina og kankist á góðlátlega, en fyrst og fremst myndir tengsl. Það öðru fremur sem að ræktar okkur til framtíðar. Þannig að eigið þið dásamlega tíma í Hveragerði. Ég ætla að taka á móti ykkur klukkan 7 í kokteil. Sveitafélagið ætlar að bjóða ykkur aftur í kokteil og í smá samsæti fyrir matinn og það verður gaman að hitta ykkur einhver þar. En fyrst og fremst voni ég eigið dásamlega tíma og ég segi áfram ferðaþjónustan á Íslandi. Þakka þér, Pétur, fyrir þessi flottu orð ferðaþjónustunnar. Nú þá er komið að því að fara yfir dagskrá fundarins sem að skilst muni birtast hér á. Það er þannig að liður 1 er kjör fundarstjóra og fundarritara, svo er skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár, ársreikningur liðins starfsárs, kynning frambjóðanda til stjórnar, ákvörðun árgjald, lagabreytingar og svo kosningar, kjör í fagnefndir lýst, kjöri 3 meðstjórnenda lýst og kosning löggilts endurskoðanda. Já, og það var sagt mér það eins og einhver myndi segja að fyrirkomulagið er þannig að við atkvæðagreiðslu spyr ég bara er einhver á móti og ef enginn er á móti þá er það bara samþykkt. Þannig að ég ætla bara að spyrja er einhver á móti þessari dagskrá, svo er ekki þá er það samþykkt. Nú, þá höldum við áfram. Fundurinn er í beinni útsendingu á læstri síðu saf.is, þannig að fyrir þá sem gátu ekki viðstödd hér í dag þá er hægt að fylgjast með þar. Rafrænar kosningar til stjórnar eru enn í gangi og þær hafa staðið síðan 13. mars og ég hvet ykkur öll þau sem eiga eftir að kjósa að fara núna inn á SAF og klára það, en eins og ég nefndi hér áðan þá munu frambjóðandi til stjórnar einnig hafa kost á að kynna sig hér á eftir og þá getið þið þetta metið það hvern þið ætla að kjósa í stjórn. Ef einhver þarf aðstoð við að greiða atkvæði þá er hann Skafti hérna í horninu að hann getur aðstoðað ykkur með það og þau getið sendt honum tölvupóst á skafti@saf.is, skafti með P, og svo mun hún Lára B. Pétursdóttir formar kjörnefndar kynna úrslit að kosningu lokinni og lýsa kjöri 3 meðstjórnenda. Nú þetta er pappírslaus fundur og fyrir utan að þið eru væntanlega með einhverja skrifblokkir til þess að skrifa, en allar upplýsingar, gögn og upplýsingar kosningarna sjálfar eru inn á heimasíðu SAF og það er lykilorðið inn á síðuna er SAF 2025. Nú, þá skulum við ganga til dagskrár og það er liður 2, liður 1 var að kjósa mig sem fundarstjóra og þá er það liður 2, það er skýrsla stjórnar, það er Pétur, formaður SAF og Jóhannes Þór, framkvæmdastjóri, ætla að fara yfir liðið ár og hann Skafti Örn ætlar að leiða þá umræðu og í lok þessar umræðu þá munum við opna fyrir mælendaskrá og ef þið viljið taka til máls þá gefið þið hendina, réttir upp hendina, það verða hér mikrofónar gangandi salinn og ég bið ykkur að gefa það til nafns og þess fyrirtækis sem þið starfið hjá fyrir eða eigið þegar þið takið til máls og reynið að vera eins stutt og hægt er. En ég ætla að bjóða Pétur, Jóhannes og Skafta hingað upp á svið til þess að fara yfir skýrslu stjórnar. Fyrir svo vel.
komið svo víðir. Ég ætla að benda á eitt áður við byrjum. Þetta er fyrst á eina skipti sem þið munið sjá Skafta og Skafta á sama staðnum. Ég er með P og hann er með F. En þetta er líka, þetta er sko pappírslausfundur, þetta er líka ræðulausfundur þegar það kemur áskýrslu. Fyrir formaður tók upp þá hefða að hún vildi engar helvits ræður. Þannig að við ætlum að taka áskýrsluna í spjallformi. Þetta er smá óvissuferð, en þið verðið með okkur og svo erum við opið fyrir spurningar á eftir. Pétur, þú búinn að vera formaður í 1 ár. Hvað er svona stærsta sem er staðið upp úr á liðinu starfsári? Það er náttúrulega ýmislegt sem kemur upp í hugan. Þetta er búið að vera magnaður leiðangur bara fyrir mig persónulega. Ég er svona taldi mig þekkja ferðarþjónustuna mjög vel og SAF mjög vel, en það hefur dýpkað mjög á þessu eina ári. Bara samtölin við félagsmenn og svona dýpkað innsýn mína í ferðarþjónustuna. Það er svolítið öðruvísi þegar maður kemur að sem formaður samtakan okkar heldur en sem kannski mögulegu viðskiptavinur að fyrirtækjunum. Þannig að margir félagsmenn hafa svona kynnt mig upp á nýtt fyrir fyrirtækjunum sínum og það hefur verið bara alveg einstaklega ánægilegt og bara öll samtölin sem ég hef átt og bæði líka utan samtakana það hefur verið mjög lærdómsríkt og ég myndi segja það að sko ef að ríkisstjórnin þarf 100 daga þá þarf formaður alveg 365 daga til að komast inn í þetta verkefni og ég meina þetta er óbóðslega víðfeðmt og málefnin sem verið að fjallum í nefndunum og í bara hjá henni opinbera í stjórnsýslunni, það bara tekur langan tíma að setja sig í þetta og það er búið að vera frábært. Það sem líka stendur upp úr er að kynnast starffólkinu á skrifstofu SAF. Við búum að alveg ótrúlegum mannauði þar og það ég vissi að það væri góð en þau eru alveg frábær og bara verið að gera úr mjög fáar hendur að gera mjög mikið fyrir risastór samtök. Þannig að bara það er svona kannski þetta trend sem að stendur upp úr fyrir utan síðan öll málefni sem við ræðum svo kannski aðeins meira eftir. Bara hjartans þakki fyrir falleg orð. Þú ólíkt sko ríkisstjórninni sem að búin að vera 100 daga og strax byrja að koma með hugmyndir að skattleggja greinina. Þú ætlar ekki að skattleggja félagsmenn. Það er ekki félagsgjaldabreiting á þessum hundi, dagskrá. Nei, það er ekki tillaga það. Við vitum andalega þetta með það. En stórmál á árinu. Við erum náttúrulega alþingiskosningar komu eins og þrjum úr heiðskýru. Ný ríkisstjórn, við vorum með risa málþing í haustum álagstýringu. Hvernig svona kemur undan þessu? Sko, alþingiskosningarnar settu náttúrulega sko allt svona þetta venjulega starf til hliðar hjá skrifstofunni og bara hjá samtökunum. Það bara skrifstofan fór í kosningaham. Við lágum yfir upplýsingum sem að við komust yfir. Jóhannes náttúrulega gríðarlega vel tengdur inn í stjórnmálinn ennþá sem að kemur sér mjög vel þegar mikil óvissa er í gangi og nú síðan fórum við bara að blanda okkur í umræðina. Við byggum til upplýsingar, það var mikið af upplýsingaóreiðu ferðarþjónustuna í gangi í upphafi, bara í haust. Okkur var kennt allt, okkur var kennt verðbólguna, húsnæðismálin og margt annað. Við urðum einhvers konar blóraböggul sem er nú reyndar þekkt annars staðar í heiminum, þar sem ferðarþjónustan er svona alltum líkjandi. Það er mjög auðvelt að benda á hana sem orsakavald fyrir hinn og þessu sem að ekki gengur vel og þannig að við byggum til mjög góðan upplýsingapakka með staðreyndum sem að við byrjum að deila inn í umræðinu og bara, ég satt á kvöldin og var að senda fólki sem ég hafði séð í sjónvarpinu yfir daginn, bara hafa persónulega samtal. Pétur ég formaður samtaka ferðarþjónustunnar, þetta er upplýsingapakki sem við viljum koma á því, skoðaðu sérstaklega þetta og þetta og þessu var rosalega vel tekið. Þetta voru opbóðslega góð gögn sem að skrifstofan bjóð til og þau fóru mjög víða og það var ánægilegt að finna hvernig áhrifin voru. Þetta fór að skila sér inn í umræðina. Það voru alls konar bábílur sem bara heyrðust ekki eða þá það var fólk sem hafði skoðað gögnin okkar sem var að svara þeim. Þannig að það tókst alveg rosalega vel. Tölum aðeins meira kosningarnar og gögn. Jóhannes, ekkert maður nefndi þú að gæinn með Excel-skjalið, aðilinn með upplýsingarnar, hann vinnur alltaf fundin eða umræðunar.
Finnst þér okkur hafa tekist vel til með það? Já, þetta er hann að vísa í kenningar sem ég hef, kenningar í Jóhannesar það hvernig maður fer inn á fundi. Á fundi þá það maðurinn með glæruna sem vinnur eða maðurinn með Excel-skjala sem vinnur. Því að ef maður ekki með glæru með staðrindum eða Excel-skjala með gögnum þá á maður svo erfitt með að countera það sem maður verið að segja. Maður ekki búin að vinna heimavinnuna sína eða ekki með neitt til að leggja fram og þá svolítið þetta sem við fórum inn í þessa kosninga með að draga upp gögn, bara óbyrg gögn sem voru að sýna fólkinu sem var að tala ferðarþjónustuna að þau voru ekki alveg með staðrindina á hreinu og þetta, ég sammála Pétri, þessu var ótrúlega vel tekið og það var eiginlega alveg sama í hvaða flokkum fólk var, allir tóku þessu vel, allir voru þökkuð fyrir að fá þessu gögn og við fundum beinlíns fyrir því að umræðan ýmsa hluti breyttist og þetta er eiginlega áminning fyrir okkur öll því ég var stundu sagt við ykkur áður hringið í þingmannin ykkar og ég ætla að segja einu sinni, hringið í þingmannin ykkar við erum búin að sjá nokkra hér í dag sem er gaman mikið að fundum í boði í dag þannig að þeir eru nú hringið hjá mér en þingmenn og fólk í stjórnmálum og í stjórnsýslunni sérstaklega þingmenn kjörnumfulltrúar þeir vilja fá þessi símtöl og þegar þingmaður er búin að fá 4, 5 upp í 10 símtöl frá fólki sem er að reka fyrirtæki sem bara segir halló, þú ert með þetta mál það snertir mitt fyrirtæki svona ég vil segja þig frá því og þess vegna þarf það að gera svona fyrir mig til þess að það gangi vel þá geta þeir ekki að tekið mark á því og þeir vilja fá þessi símtöl þeir vilja raunverulega fá þessar upplýsingar og þannig að ég hvet ykkur enn og aftur til þess að vera óhrættið að heyra í þingmanninu og ef við getum hjálpað ykkur við eitthvað slíkt skrifa grein eða senda þeim post eða eitthvað fleira láta ykkur hafa símanúmer eða eitthvað slíkt endilega hafið samband við okkur það hefur raunverulega áhrif þannig að þetta er það sem við lögðum í og ég held að við getum í rauninni öll sameiginlega því að það er mjög margir sem hafa talað þetta verið á til dæmis klappað okkur sem samtök á baki fyrir það að það var ekki í stjórnarsáttmálum að hækka virðisaukaskatt á ferðaþjónustu það var á borðinu þegar var verið að búa til stjórnarsáttmálann þeir flokkar að 3 vildu fara þá leið og 3. flokkurinn sagði nei takk, við ætlum ekki að gera það fyrst og fremst vegna þess að fólk í þeim flokki var búið að fá mjög sterk og skýr skilaboð frá ótrúlega mörgum bæði hér í salnum og annars staðar í ferðaþjónustunni að það væri þjóðhagslegt óráð og sennilega óskynsamlegasta leiðin sem hægt væri að fara til þess að ná í peninga fyrir ríkið þannig að þetta skilar árangri þegar við tökum öll á svona saman þetta og sýnum okkur algjörlega drópin hóla steinin og við erum alltaf öll lobbyistar sem við erum hér inni og eitt af verkefnum sagði alltaf fjölga talsmönnum greinarinnar þannig að við munum halda þeirri baráttu áfram en áður en að alþingiskosningarnar skullahópur í nóvember þá vorum við með risastórt málþing sögnuðum mikið upplýsingum og vorum að ræða við alla hagaðila sem snúa að það kemur að álagsstýringu Pétur, hvernig fannst þér hvernig kom þetta samstarf allra þessar ólíku aðila til og hvaða trú hefur á að samtalinu skila sig? Þetta var nú komið að stað áður en að ég kom að þessu þetta samtal, það var að segja milli stjórnsýslunar og okkar og fleiri hagaðila þjóðgarðana og var virtist vera mjög gott talsamband á milli þegar ég kom að þessu það var auðvitað bara og hefur verið umræða álagsstýringu og engin eiginlega vissi ekki samt nákvæmlega hvað var verið að tala þannig að þetta var rosalega stórt skref að fá erlenda fyrirlesara sem að þekkja og hafa reynslu af þessu frá Nýja-Sjálandi, Bandaríkjunum og Skotlandi sem að deildu með okkur þeirra reynslu og þeirra sýn það var mjög mikilvægt og bara algjörlega magnað að við skildum ná því sem samtök að draga alla þarna að borðinu þetta var bæði þetta var gríðarlega það voru 300 mann sem kom með þarna það voru þjóðgarðarnir, það voru stofnunir sem tóku þátt í að fjármagna þetta með okkur og ég held að þetta hafi haft mjög mikil áhrif það síðan þá vita allir nokkurn veginn hvað þeir að tala eða hvað við gætu verið að tala í þessu sambandi þannig að ég held að þetta hafi verið mjög stórt skref fyrir okkur og annað sem ég langar líka að minnast á sem að varandi þetta sem við vorum að tala áðan það var líka, við kynntum líka virðisaukaskattsskýrsluna á mínu tímabili, það var svona eitt af því fyrsta sem ég gerði þar sem að var keyrði gegnum þjóðhagsmódel
sem að unnið líka með í Seðlabankanum hafi verið mótifiserað fyrir ferðarþjónustuna, sú hugmynd að hækka virðisaukaskattinn og hvaða áhrif það hefði, og niðurstaðan var sú að það væri alveg glötuð hugmynd, og fyrir utan allt tjónið sem það myndi valda, að þá myndi það ekki skila krónu í kassan. Þannig að þetta er svona dæmi um eitthvað þar sem að samtökin, ég held að samtökin, ég segi kannski ekki að við höfum jarðað þessa hugmynd, en við fórum langt með það og getum endalaust vitnað í þetta plagg sem að hefur eiginlega bara alls ekki verið skotið niður neinu. Það er allir bara sammála að þetta sé svona eins og kemur það fram. Baráttan er ekki búið, þetta er svona líknandi meðferð, en við þurfum að jarða þessa hugmynd og tölum að meira skatta og svona dumbung sem að ofur hefur okkur. Ný ríkisstjórn, eins og nefndir í spjallinu áðan með þingmennunum og okkar öfluga fólki í ferðarþjónustu í Suðurkjördæmi, þá nefndur við hugmyndir gjaldtöku á vinsælustu ferðamannsstöðum. Við heyrðum komið að brottfarargjöld nefnd sögunar í stjórnarsátt, eða sem sagt í aðdraganda stjórnarsáttmála. Þetta er ekki í stjórnarsáttmálanum. Kílómetragjaldið náttúrulega er mjög ofarlega á baugi hjá stjórnvöldum. Gistináttaskatturinn, hann náttúrulega er komin á og mun að fara af, og svo mætti lengi áfram að telja. Jóhannes kannski, eða Pétur, þú ert með mikrofónin, mun okkur takast að fá stjórnmálin raunverulega til að skilja mikilvægi greinarinnar og hún þurfi meiri hvatning og stuðning í staðinn fyrir að láta endalaust vera að berja sig niður með sköttum og skildum. Það er náttúrulega svolítið súrt að það skuli vera á brattan að sækja í þessu, þetta er allt heimagerð vandamál, og þetta með kílómetragjaldið á bílaleigubílana sem að stendur til að leggja á 1. júlí er náttúrulega bara algjörlega fullkomið virðingarleysi við ferðarþjónustuna á miðju hæ-sísoni að fara að gjörbreyta innheimtukerfi í kringum bílaleigurnar og hópferðarbílana. Það er náttúrulega bara ekki ásættanlegt, og það er margt í þessum hugmyndum sem að bera vottum ákveðin virðingarleysi gagnvart ferðarþjónustu, því miður. Það er bara, við erum einhvern veginn ekki í DNA þjóðarinnar og við þurfum að berjast, og barastan er sannarlega ekki búin, og við höfum eftir að taka væntanlega margan slægin og rimmuna á yfir staðið og ég meina og það er mjög stutt í þetta allt saman fyrir utan bæði það sem er nýbúið að gera sem ætti eiginlega að vera okkur víti til varnar, það sem var gert með skemmtiferðaskipin, innleiðing þessa innviðagjalds fyrirvaralaust síðustu áramót. Tjónið er gríðarlegt og við getum þá vonandi nota það að það er eitthvað jákvætt í því, þá er það við getum kannski nota þessum dæmum hvernig stjórnmálin eiga ekki að umgangast greinin. Jóhannes, tekur undir þetta? Já, algjörlega, þetta er bara mikil brekka þetta allt saman. Þetta er enn eitt árið verið að leggja upp með hugmyndir það að það sé hægt að kreista meira út úr þessari atvinnugrein sem að í stað þess að á sama tíma menn skrifa svo í stjórnarsáttmála við ætlum að ýta undir verðmætasköpun. Og nýju skattar ýta ekki undir verðmætasköpun. Skattar skapa ekki verðmæti. Það er eins og stjórnmálamenn eigi mjög erfitt með að átta sig á þessu. Og þeir virðast hafa alveg mismunandi skoðanir á þessu sumir hverjir þegar þeir eru í ríkisstjórn eða í stjórnarandstöðu. Það nú segist alveg eins og sumir af þeim sem voru duglegir að skattleggja okkur á síðasta kjörtímabili eru nú orðnir harðir aðstæðingar skattlagningar á ferðarþjónustu. Það er áhugavert, en þannig er nú bara pólitíkin. Það sem við erum í rauninni að horfa fram á núna er kannski tvennt í þessu stóra samhengi. Það er annars vegar kílómetragjöldin sem að koma illa við mjög marga í bransanum, verst við bílalegur og hópferðarfyrirtæki. Það er mál sem er búið að vera undirbúin í 10 ár í stjórnkerfinu og er einhvern veginn bara svolítið eins og Landspítalamáli var upplifið ég bara komið á einhverja teina og það er bara einhvern veginn teinarnir leiða bara í eina átt og svo er einhver ægilegur asi á því að láta það taka gildi og það er ýmislegt skrítið í samskiptunum við stjórnkerfið í því, þau eru afar þver og ég skil ekki alveg af hverju þau eru það því að þeir eru búin að undirbúa eitthvað í 10 ár, það ætti ekki að skipta máli þótt að það sé tekið 2-3 ári innleiðingu á því með einhvern skynsamlegum hætti. Nú eða það bara gert eitthvað allt annað sem er sniðugra. En það er ekki hlustað á tillögur í því. Við erum síðan með þessi auðlindagjöld sem að náttúrulega er engin auðlindagjöld. Þetta er bara ferðamannaskattur. Þetta er túristtax. Þetta er ekki auðlindagjöld eins og til dæmis að sjávarútveg. Og við erum náttúrulega, við höfum komið því skil til skila, við erum bara mótið því.
og á hverjum einasta fundi þegar maður segir það þá segir núverandi ríkisstjórn já en Jónas við ætlum að gera þetta, þú áttar þig á því, þú getur annað hvort verið inn í herberginu eða fyrir utan það, við ætlum að gera þetta og þá reynum við auðvitað að vera inn í herberginu og stýra þessi einhverja skynsamlegar áttir. Það ennþá óvíst hvort að það verður skynsamlegt eða ekki. Við erum ekki búin að fá að sjá neitt ef að taka ESB orðfærið hérna, við erum ekki búin að fá að sjá í pakkan. Það var búið að lofa okkur því að fá okkur inn í þetta samráð eða samtal sem búið að tala svona opinberlega núna í síðustu viku, það ekki búið að kynna okkur neitt ennþá. Það eina sem við getum konkrétt vitað að það búið að lofa okkur því að það verði 12 mánuða fyrirvara frá því að fyrirkomulagið verði kynnt þar til að það taki gildi og það þá mjög jákvætt. Það eitt af skilyrðum sem við höfum sett fyrir því að yfir höfuð að tala við þau þetta. Það eru svona jákvæð teikn það að þau séu að horfa til þess að eitthvað af peningunum úr þessu komi í verkefni sem við teljum vera nauðsynlegt, nýtist á ferðarþjónustum í beinum hætti. En eins og við heyrðum við tala hérna áðan, þá er líka verið að horfa á bara almenna innviðauppbyggingu, svona innviðaskuldina sem auðvitað er augljós. Þannig að við vitum ekkert mikið meira akkur á þessu tímapunkti en eins og staðan þá erum við svona, þetta er vont mál en ef þú ætlar endilega að drullast til þess að gera það þá skulum við reyna að ræða hvernig það verður gert með skynsamlegum hætti. Og svo vitum við eiginlega ekkert meira en ég held ég geti maður náttúrulega ekki að lofa neinu en ég held ég geti lofað einhver með að við allavega komið í loforðið til skila frá atvinnuvegaráðherra sem hefur verið staðfest af forsætisráðherra líka að það verður 12 mánaða fyrirvara á gildistöku. Það eru litlu siðræðni líka, fyrirvarin. Vendum hvað okkar í kross, Pétur. Á þinni vakt, og ykkar Jónsar, þá fóru samtökin í stefnumótun og voru svona, fóru í nafnaskoðun. Segðu mér aðeins svona stóru myndin á því og svo förum við kannski aðeins dýpra í það með Jónsi. Já, það var sem sagt, lögðum á staðin leið okkur að fara í stefnumótun innan samtakana að endurskoða kannski svolítið hvernig við hvað við erum að gera og hvernig við gerum það og áhersluðnar það eru þetta þannig í samtökum eins og okkar að það þarf að forgangsraða og ekki bara hverju degi á skrifstofuna heldur líka bara svona í stórumyndinni og þannig að það voru haldnir fundir til að safna gögnum og skoðunum og fyrst með stjórninni og síðan með félagsmönnum, þeir frábæri fundir og gríðarlega mikið komið af gögnum og upplýsingum og skoðunum og viðhorfum og þetta ennþá í gangi og ég vænti mikils af þessu. Þetta er ótrúlega líka innsýn, svona vinna líka alveg ótrúlega innsýn inn í bara svona hvernig félagsmenn horfa á alla hluti frá ýmsum sjónarhornum. Þannig að það búið að vera mjög lærdómsríkt og ég ennþá bara að skoða gögnin sem ég hef fengið, sem svona bara yfirlit. Þannig að þetta verður áfram spennandi. Jóhannes kannski grípa boltanum. Já, þetta búið að vera ótrúlega áhugaverð og mikilvæg vinna held ég. Ég með nokkra glærur sem ég fara snöggt í gegnum. Ég ekki að lesa þær allar upp fyrir ykkur eða leyfa ykkur að kannski ég verði að lesa þær allar. Ég ætla að sýna ykkur bara aðeins til þess að þið fá tilfinningu fyrir því hvað við erum að gera og þetta kemur síðan inn á aðalfundargagna síðuna núna á eftir fundin og ég verði nú að standa upp því ég ekki með auðvitaðkana eins og móður mín. Ótrúlegt, hún sér allt sem maður gerir. Við erum sem sagt í rauninni, byrjum bara á þessu svona að horfa hver grunnurinn sem við byggjum á og unnum okkur út frá því. Og hann á 2 stöðum í rauninni í dag og það eru lögin, bara tilgangur samtakan í lögunum í annarri grein og síðan stefnurammin ferðarþjónustu til 2030 sem við tókum þátt í að móta og í rauninni komum ótrúlega miklu af orðalaginu í tilgangi okkar og okkar sýn inn í þá vinnu. Þannig að þegar að stefnurammin ferðarþjónustuna segir að eitt af markmiðunum sé ferðarþjónusta í sátt við land og þjóð, þá talar það beint við fyrstu línuna hér í tilgangi samtakana þar sem að ferðarþjónusta í Íslandi byggir á virðingu fyrir land og þjóð. Þannig að það ýmislegt þarna sem tala saman og við höfum lagt töluvert á í stefnumótunum vinnunni hjá stjórnvöldum að það yrði þannig. Það er ótrúlega ánægilegt
að heyra það í gegnum þessa vinnu, bæði gegnum þjónustukönnuna sem við sendum út og líka í gegnum vinnustofunar, að þessar upplýsingar svörin sem við fáum og gögnin sem við fáum að staðfesta það að samtökin séu að stórum hluta að vinna að því sem að þið félagsmennir vilja að við séum að vinna. Það nú mjög gott sko. Og það mjög jákvæmt. Það líka rosalega gott að fá bara mjög hreinskilna gagnrýni í gegnum þetta, hvar við erum ekki að standa okkur nægilega vel eða hvar ykkur finnst að við þurfum að stýra skipinu aðra leið. Og það svolítið það sem við höfum verið að vinna með hérna, og það sem við gerðum var að við héldum, eins og Pétur sagði, vinnufundi stjórnar og starfsfólks með trúnaðarmönnum og síðan sendum við þjónustukönnun og reyndar fengum við líka upplýsingar á þjónustukönnun frá SA. Það sem skemmtilegt að segja frá því, við vorum nú með betri niðurstöður en sum önnur aðildarfélög í húsinu sem okkur fannst ekkert leiðinlegt. En það sem við vorum að horfa á fyrst og fremst bara hvaða virði mikilvægast að við sköpum sem samtök fyrir ykkur félagsmennina. Og það ekkert endilega alveg auðvelt fyrir svona samtök að skapa virði alltaf. En það sem kemur út úr þessari vinnu, fyrst og fremst úr svörunum frá ykkur og vinnustofunum, mörg ykkar voru þar, eru svona þegar búið að safna þessu saman, stöðug tengsl og traust. Þannig að við byggjum upp á eflum tengsl við hið opinbera og þrýstum á stjórnvöld og höfum líka aukið aðhald með stoðkerfinu og stjórnkerfinu í kring greinina. Bæta rekstrarumhverfið með langtíma hugsunar leiðarljósi og þar verið að horfa á fyrst og fremst gjaldtöku og skattlagningu, berjast gegn því, atvinnustefnu, vinnumarkaðs og kjaramál og svo innvið og samgöngu. Síðan ekki síst að efla samtakamátt félagsmanna í SAF. Þannig að við erum ótrúlega ólíka greinar en okkur gengur best þegar við erum sterkust saman og sameinuð. Þótt við rífum stundum innbyrðis sem ekki alveg sammála það hvaða leiðir eigi að fara eða hvaða grein eigi að fá athygline, þá skiptir þetta alveg ótrúlega miklu máli. Og dagur eins og í dag, eina ástæðan fyrir því að við gerum þetta svona, við erum með dag eins og í dag sem við mætum að mótni og við förum ekki heim fyrir við erum búin að fá okkur aðeins í tanna kvöldi, til þess að styrkja þetta samfélag. Það hérna sem við tölum saman. Þetta ástæðan fyrir því að öll skrifstofa SAF fór á World Travel Market til dæmis í London til þess að styrkja samfélag. Við höfum farið á viðburð út allt land. Þetta það sem við þurfum að gera meira af og fá hugmyndir frá ykkur hvernig við getum gert. Þetta gríðarlega mikilvægt. Þetta skiptir líka máli upp á það að fá fleiri fyrirtæki til þess að vera með í samtökunum og fólk sé stolt af því að vera í samtökunum og þau upplifa þessi hluti af einhverju sem skiptir máli. Síðan þetta að skapa sátt í samfélaginu ferðarþjónustu. Þetta kom gríðarlega skýrt fram. Mikið ákall þetta. Við séum duglegri í uppbyggilegri miðlun jákvæðar fréttir og jákvæð atriði og hafa áhrif á opinberu umræðuna þannig og auka síðan skilvirknan í innra starfinu og við tókum heilan dag í þetta hjá skrifstofum hvernig við getum gert þetta og erum með gríðarlega mikið sem við eigum eftir að vinna úr og munum væntanlega kynna ykkur eitthvað af því síðar. Og bara svona stundlega markmið til framtíðar, samkeppnishæf starfsskilyrði, sameiginlegir hagsmunir félagsmanna, ferðaþjónusta í sátt við land og þjóð og aukinn styrkur skrifstofunar. Þetta svona markmið sem við erum að horfa á og auðvitað þetta bara stutt uppsumun á 64 glærur í pakkanum sem búið að taka saman alla punktana sem koma en það er búið að vega þetta og meta og við erum byrjuð að setja upp svona vegvísi þar sem við erum að horfa á í rauninni ákveðna þætti sem við erum að vinna í. Við tökum bara þetta sem dæmi hérna, öflugt innarstarf skrifstofunar, þá erum við megin áherslu að auka skilvirkni í innarstarfinu og fyrir sjáleika og forgangsröðun í vinnunni og markmiðin eru aukin fókus og skilleiki, aukin gæði, langtíma hugsun og aukin ánægju velíðan. Við erum síðan með hérna í rauninni megin áherslur að bæta rekstrarumhverfið, til dæmis gjaldtaka og skattlagning, atvinnustefna, samgöngumál og síðan erum við að fara í þessa átt og þetta er síðan að tímasetja og stjórnin á eftir að vinna síðan betur með það nákvæmlega hvaða markmið raðast hvert. Þannig að við viljum bara sýna ykkur inn í þetta núna og segja ykkur líka bara að þetta er ekki búið. Þannig að ef þið viljið bæta við einhverjum áherslupunktum inn í þetta eða koma til okkar og ræða þetta og sjá hvað við erum að gera í meira díteil, þá er það bara velkomið. Þannig að þetta byggir rauninni allt á því hvað þið viljið að við á skrifstofunni og í stjórninni séum að gera. Það er hugmynd. Þannig já, þetta var aðeins lengur en ég ætlaði, en gott og vel. Bestu þakkir fyrir þetta, Jóhannes. Pétur, kom til sestu með okkur þetta. Þarna stáðu að finna saman tvö atriði inn í skýrslu stjórnar. Hjartans þakkir fyrir þetta, Jóhannes. Svona áður við fyrir að opna fyrir spurningar sem eru örugglega nokkrar.
þá erum einhverjar svona eitthvað punkta, eitthvað stórt á starfsárinu sem að þú vilt nefna. Við erum búin að nefna virðisaukaskattsskýrsluna, við erum með skattspórsfundin í upphafi árs, þannig að dæli dagsvinnan hélt áfram. Það er ekkert eitt stórt, það hefur farið auðvitað rosalegt púður í vinnuna og samtöl og pælingar samstarfssamning ríkisstjórnarinnar. Það er risastórt mál og þar erum við í raun bara að stoppa og bíðum eftir að fá að kíkja í bakkan, þannig eins og Jóhannes sagði á það. Þannig að það er svona það sem er svona einhvern veginn stærst núna. Og síðan auðvitað almenna markaðssetningi, það er nú líka eitt af því sem að ég fór strax inn í þegar ég tók við. Það var að taka upp samtal við Ferðamálastofu og Íslandsstofu viðbrögð við samdrættinu sem að var bara orðin ljós í byrjun síðasta árs. Og sátum þar og það var unnin mjög góð vinna og mjög margir sem kom að því og þetta var og holóttu vegur, það var bara ljóst að það þurfti að gefa verulega í almenna markaðssetningu og við vorum komin bara svolítið vel á veg með ágætis upphæð, ekki allt sem við óskuðum okkur en enga síður ágætis upphæð þegar að allt fór í höng og ríkisstjórnarsamstarfið var búið, það var erfitt, þetta var bara erfitt ár til að koma einhverju svona skynsamlegum góðu langtímaverkefni á koppin. En það verður samt að segjast að það tókst að útvega 200 milljónir sem eru auðvitað bara, eins og ég sagði á hann, 1,50 eða 1,70 af því sem við þurfum en endaði þó mjóri mikils vísi. Það er betra að vera með upphæð sem hægt að hækka heldur en ef við hefum ekki fengið neitt. Algjörlega, þessir auðrar komið upp á þetta tíma alveg kortir í kosningar. Jóhannes, þetta er náttúrulega bara barátta sem að heldur áfram. Finnst þér vera hlustunarskilur hjá nýri ríkisstjórn að neytendamarkaðssetning skiptir raunverulega máli? Við erum í harðri samkeppni aðra áfangastæði. Já, mér finnst þér að hlustunarskilur við því meiri heldur var kannski vel heldur en hjá síðustu ríkisstjórn. En við erum svolítið að byrja rútpunkti aftur úr það og þetta er hluti af því sem við munum vera að ræða við þau í samhengi við þetta auðlindagjald. Við höfum bara einfaldlega sagt við þau auðlindagjaldi sjávarútvegi, það fjármagnar hafrannsóknir, ekki sant? Auðlindagjald í ferðaþjónustu hlýtur þá að eiga fjármagna verkefni sem að gagnast ferðaþjónustu og þar er markaðssetningin eitt af því sem við höfum lagt á borðið. Þannig að það er held ég hlustunarskilur við því en svona því við erum að ljúka þessu og tala hvort það var eitthvað sem við myndum bæta við þá langar við að nefna sérstaklega þessar ráðstefnu sem við vorum með í október. Og mér langaði bara að þakka starfsfólki SAF fyrir reynd ótrúlega vinnu í samhengi við þá ráðstefnu en það er ekki gefið að vera með sjömannarskrifstofu og sinna öllu því sem að gert er á þeirri skrifstofu. Svo Skapti sagði við mig einhvern tímann að þetta væri byrjað, þetta væri svona drilla sem að þyrfti að haga sig eins og togari. Það er svolítið góð lýsing á því sem gert er en það er ekki gefið að sé hægt að gera það og skipuleggja líka nánast án utanaðkomandi aðstoðar nema í svona tiltölulega lítinn hluta ráðstefnu á heimsmælikvarða í samvinnu við 4 opinberar stjórnsýslustofnanir og ég held að þetta sé eitthvað sem að sýnir bara hvað mikið kraftur í fólkinu okkar og ég vil bara þakka þeim og ykkur allir sem að lögðu líka hönd að prófa að taka þátt í verkefni og aðstoða okkur við að gera þetta vel. Það er stóð svolítið upp úr árinu fannst mér. Hjartans þakki enn og aftur hérna við hönskskrifstofunar þá ætla ég að segja að við erum að fara að flytja inn U2 í haust við erum að fara þú kann hana nú fyrir þess að ljúka eitt bara viðbútt því vantarlega sem að hafa farið á vefsíðun okkur í dag þá sjáum við glænýja vefsíðu sem að var opnuð í uppbótartíma á liðnu starfsári þannig að Jóhannes og Marja og fleiri hróskili fyrir þá vinnu nú bara open mic eru það vantarlega einhverja spurningar við verðum að fá hana 2 spurningar og ef ég fæ ekki spurningar þá pikka ég einhverja mjög góða út Er einhverja spurningar varðandi skýrslu stjórnar, liði starfsár, hrós, last, hvatning, eitthvað? Það er spurning hérna úr sal.
Góðan daginn, Ásgeir heiti ég og frá bílauginni Geysi í Reykjanesbæ og verandi úr Reykjanesbæ þar sem að ferðaþjónustan rosalega stór þáttur í atvinnulífi bæjarins þá nefndu þið áðan að greinin verður fyrir ákveðnu virðingarleysi frá landsmönnum og við upplifum kannski svona smá skilningsleysi líka að einokast kannski við höfuðborgarsvæðið að miklu leyti en ég var svona að velta fyrir mér þætti SAF í að fræða landsmenn virði greinarinnar og leggja kannski þá hugmynd á borðið að við færum frekar út í nærsamfélögin og að vinna einhverju hugmyndavinnu með þá fyrirtækjunum sem að starfa á landsbyggðinni og ræða beint þá við fólkið í samfélaginu uppbyggingu á góðum störfum í ferðaþjónustu þar sem að við höfum oft verið sökuð að vera bara með láglaunastörf og innflutt vinnuafl og þar fram til göttunum sem að ég veit að þið hafa verið að hrekja og hlutfallslega það ekkert áberandi meira enn í iðnaði eða öðrum greinum þannig að spurningin kannski hvort að SAF hafi velt fyrir sér þeirri hugmynd að auka þá virðingu á ferðaþjónustunni í samfélaginu. Frábær spurning. Ég kom með slagað. Vöxum að virðingu í vaskri sveit. Það ekki eitthvað? Getur, þú mátt það? Já, þetta bara, við sáum það bara mjög vel í stefnumótunarvinnunni að það gríðarlegt ákall meðal félagsmanna þetta og það komið þar góðar hugmyndir hvernig við getum tengst fyrirtækin betur nærsamfélaginu. Við sáum líka á fundi sem við Jóhannes vorum á í Budapest að þetta ekki bara íslenskt vandamál og sátum þar meðal annars fund þar sem var verið að fara yfir svona hvað svona best praxis í öðrum löndum í því að reyna að ná betri sátt ferðaþjónustunni við íbúa og þetta klárlega bara verkefni sem að liggur á borðinu hjá SAF að fara í þennan leiðangur. Það ákall eftir því og heldur líka gríðarleg tækifæri bara til að bæta ímynd greinarinnar með landsmanna. Mér var einmitt hugsað til þessa fyrirlestur sem við sáum bara þegar við varum að segja þetta. Það að vera að tala akkurat þetta sem þú varst að segja hvernig tölum við lókalinn, hvernig náum við til lókal samfélagsins, nærsamfélagsins og þetta bara frábær hugmynd og ég setjum þetta bara klárlega á dagskrána að koma til ykkar og ræða það í ykkar nærsamfélagum hvernig getum við unnið saman að hafa áhrif á samfélagið í kringum ykkur af því þaðan getum við síðan byggt upp. Þetta brilljant orð. Frábær spurning. Ef að leyfa eina spurningu uppbútt ef að einhver Úlfur, Friðrik, gjör svo vel við að leiða til það er tveir og nú spurning hvor Friðrik Pálsson nær og svo Friðrik Árnason þungaftarmenn í Íslandsfjörð. Ég skulle vera truflaður, þú kemur upp á eftir. Ég ætla nú bara að því að ekki bara því að ég kalla eftir því, en ég ætla bara að fá að óska SAF til hamingju með þessa góðu stjórn sem hún búin að hafa og þetta frábæra starffólk. Ég ætla gaman að fylgjast með því hvert einasta skipti sem ég þarf eitthvað að halda í SAF, þá er bara að svara fljótt og vel. Og ég held við séum nú meira með náttúrulega þeirri skoðun, menn okkar aðeins að skjóta að þinn punkti. Af því ég var ég held einhver heimskulegasta ákvörðun sem ég hef tekið í 50 ára rekstri var að ég fór í janúar 1968 með tölvu til Rússlands. Hartölvu sem var 2,5 kíló og hún var ekki á þekkt orðin í heiminum á þessum tíma. Ég hafði fengið hennar 3 dögum áður en ég fór og opnaði hana aldrei náttúrulega í Rússlandi því ég kunni ekki á hana og leiðinni tilbaka þá stoppuðu mig í tollurum og vildu fá sjá hvað væri í tölvunni og ég gætt opnaði hana en ég kunni ekki á hana og þeir trúðu ekki og það munið engu að ég veri bara settur inn nema það var ungu maður var flugstjóri hjá SAS. Hann kom með til hjálpar og samtalið það að ég kynni ekki skapaðan hlutar á þessu tölvu og ég slapp út. En ég nefni þetta aðeins vegna þess að á öllum því auðsegja fundum og öllu sem sér og heyri þessa dagana þá snýst allt tölvur, það snýst allt markaðssetningu, það snýst allt gervigreindina og svo framvegis ég nýbúin að vera bæði á stöfnum og ráðstöfnum og lengri þessum talað þetta og ég velti það aðeins fyrir mig með SAF. Getur SAF með einhverjum hætti bara hvart fólk til þess að vera
algjörlega á tánum með hvaða lifandi hætti þeim er getið, fylgjast með því hvernig markaðssetning í heiminum er að verða til. Það er auðvelt að verða aftur á bak og bara veltur á örfáum dögum ef maður finnir þess ekki frá klukkutíma til klukkutíma. Þetta var svona bara smá komment. Takk fyrir þetta, Friðrik. Jóhannes, þú kannski grípa boltan? Sko það er ákveðin hætta á því að lengja fundinu svona 3 klukkutíma ef Jóhannes á að tala gervigreind, en þetta var algjörlega rétt fyrir. Hraðinn í þessu er gigantískur. Það er held ég, við þurfum að hvetja okkur, við finnum hvert annað á hverjum einasta degi, bara í rauninu fyrir hádegi og svo aftur eftir hádegi og síðan aftur eftir kaffi, að hafa augu á því hvert gervigreinda þróun er að fara og hvert tækniþróun er að fara með markaðssetningu, en ekki síður bara almenn samskipti við kúnnan, framsetningu á þjónustuframbúðinu og svo framvegis, innri ferla fyrirtækjana og bókunarkerfi og annað slíkt. Þetta er eitt af því sem við erum að horfa til bara í skrifstofunni hjá okkur, hvernig við getum nýtt þetta. Erum ekki komið mjög langt, en það er alveg ljóst að ég held að Tryggvi hjá Danter hafi í rauninni sagt þetta mjög vel á afmælisráðstefnunni okkar, þar sem að yfirskriftin hjá honum var bara munu tæknifyrirtækin taka yfir ferðarþjónustubransann. Svarið var einfaldlega já. Það er ekki vegna þess að það séu tæknifyrirtæki sem eru núna bara tæknifyrirtæki. Það er bara fyrirtæki sem að munu verða tæknifyrirtæki. Það er að segja ferðarþjónustufyrirtæki sem að tileinka sér tæknina, þau verða ofan á, hinn deyja. Bara það var úr skilaboði. Þannig að þetta þurfum við öll að gera hvert fyrir sig sínu hald. Þannig að þeir félagsmenn sem átti í erfiðleikum með að kjósa rafrænt, þeir eru ekki breyk. Ég er nú gamall kennari og mín reynsla er allir geta lært. Friðrik Árnason, og svo fyrir við að Björg hérna að Midgard, og svo ef engin réttur bendina þá fyrir að loka mælskrána. Friðrik, gjör svo vel. Friðrik Árnason, við erum hóttur Bláfellur Breiðdalsvík. Ég skipaði sjálfur mig sem svona hálfgerðan kosningarstjóra fyrir stjórnarkosningarnar, þannig að ég heyrði í, talaði við, eða sendi skilabúð og sendi tölvupóst á og yfir 200 félagsmenn. Fekk alveg óbúslega þar sem ég var agitera fyrir að í kosin landsbyggðarmaður frá lítill fyrirtækistjórn. Ég fekk tölvur mikið að rosa góðum viðbröðum og allflest viðbröð sem ég fekk voru mjög góð. En ég fekk alveg rosa mikið líka leiðilegum skilabúðum, leiðilegum símtum og skítapóstum frá fyrirtækjum sem tellir sig bara ekki eiga heimisaf, því saf er bara fyrir stóri fyrirtæki. Hvernig getum við breytt þessu til þess að og þar af leiðandi verður ef til þess að og þar af leiðandi var partur af mínu agitera fyrir því að ég kosin landsbyggðarmaður og þetta er framhaldar ræður Stefánsson í fyrra að til þess að þessu við breytum þessu þá þurfum við meiri þáttöku frá litlu fyrirtækjum og litlu aðlunum að því upplifun svo margra er svo að þau til ekki í samtökunum af því þau eru svo lítil og finnst bara safsi að vinna fyrir stóri fyrirtæki sem við vitum að er ekki en það er því við upplifun greiðlega margra og það voru einhverjum það sem ég talaði sem höfðu verið saf og er ekki saf því þau eru búin að segja sig úr saf allt út af þessari upplifun. Þannig að hvernig getum við breytt þessu viðhorfi og fengið litlu fyrirtæki með okkur í lið? Frábær spurning. Já, frábær spurning og þetta er auðvitað bara ákveðin ímyndarvandi. Ég kem frá litlu fyrirtæki og ég veit að það eru þeir sem taka þátt í félagsstarfinu sem að hafa áhrif. Það skiptir ekki máli hvað fyrirtækinu er stór, það er mín reynsla. En þetta er ímyndarvandi og hefur kannski líka einhver leyti með það að gera að við okkur kannski tekst ekki nógu vel að fá að það sé ekki fleiri sem er að tala fyrir greinina. Það er eitt sem við þurfum að gera en þetta er bara frábær spurning og bara valid að velta því fyrir sig hvernig við getum bætt úr þessu. Mér langar að bæta aðeins við þetta þó við lengjum fundir í 3 mínútur. Þetta er bara frábært að fá þessi sjónarmið. Ég held að það skiptir bara mjög miklu máli að fólk þóra að segja þetta. Við gerum okkur mjög vel grein fyrir því að þessi sjónarmið eru að úti. Við heyrum þetta í hverju viku. Og það sem við reynum að gera er bara að miðla betur hvað er sem við erum að gera. Það er staðrænt að ég hugsa að svona 70-80% af okkar þjónustu félagsmenn er við lítil og meðalstór fyrirtæki. Lítil og meðalstór fyrirtæki eru meiri hlutin af okkar félagsmönnum. Landsbyggðarfyrirtæki eru meiri hlutin af okkar félagsmönnum þegar við teljum fyrirtæki. En það er mjög raun að koma þessu framfæri og
Ég hef stundum nefnt til dæmis eins og einn hlut sem að ef þið takið þessi samtölu þá var einn hlutur til dæmis sem að kannski er hægt að draga það til dæmis þegar að COVID-faraldurinn kom þá urðu í rauninni allar tillögur til þess að aðstoða fyrirtæki til í húsi atvinnulífsins og stór hluti af þeim sem að okkur snýrist á annarri hæðinni á okkur og þær fóru inn í ráðuneytin. Það var ekki hinn áttin að það kemur frá ráðuneytunum til okkar og allar þessar hugmyndir snýru í það hjálpuðu litlum og meðalstóru fyrirtækjum miklu meira heldur en stóru fyrirtæki þó að okkur hefði nú fundist reyndar að stundum væri svona þröskuldarnir heldur háir og vesennið of mikið en það er bara þannig stjórnkerfi virkað að einhver einfaldar og góður hugmyndir og flækir þær en þetta er bara svona eitt dæmi það hvernig samtökin í rauninni gagnast litlum fyrirtækjum. Stóru fyrirtækin eru iðulega með bara hera fólki sem að vinna í lögfræðideildum og í ýmsu sem við erum að kannski að veita þjónustu til litlu fyrirtækina. Þannig að þetta er bara mjög valið punktur og þetta er bara enn einn áminningin til okkar að við erum að miðla betur því sem við erum að gera en þarna skiptir ekki síður máli akkurat það sem þú ert búin að gera fyrir þig og fleiri að miðla því hvernig þið nýtið þjónustu SAF hvaða gagn þið hafið haft af því og teljið vera af því að lítil og meðalstór fyrirtæki sé í samtökum og þannig að það skiptir óbærslega miklu máli bara ykkar rödd í þessu samhengi líka því að það sem kemur úr fílabeinsturninum í Borgartúni ef maður er á þeirri skoðun að það sé bara unnið fyrir stór fyrirtæki á höfuðborgarsvæðinu þá er ekki hlusta mikið á mig hvað ég segi það er þið sem hafi röddina Algjörlega bestu málsvarar SAF eru akkurat fólki sem er hérna og á klænri vefsíðu SAF getið einmitt séð fjölda vitnisburða starfsemi samtakana loka aðila mælskráði Björg hjá Midgard og mikrofónin er á leiðinni til svo vel Komið sæl, Björg Midgard málsvari lítils bráðum meðalstórs fyrirtækis mjög þakklátt fyrir þjónustunnar gegnum tíðina og kannski bara aðeins innlegg í þetta bæði sem Vilhelm Geysir kom inn á og Friðrik kom inn á líka að við fengum SAF í fyrra til að koma á Hvolsvöll og þeir gerðu það mjög taktist og flott áttu fyrst fund með sveitarstjórn viku síðar eða hálfum mánuði seinna komið þeir og voru með almennan fund þar sem var bara mjög góð mæting og þess að farið var yfir virði ferðarþjónustunnar á staðnum og þá svona tölurnar voru sérst aðlagaðar okkar svæði og tekið út reynilega fyrir það svæði. Ég er nú líka að minna á mig aftur núna að annar fundur verði haldinn í haust. Ég vona að þetta verði árlega og ég held að þetta sýnir sannarlega virði fyrir lítil fyrirtæki líka á svæðinu. Þannig að það var svona lítil áminning og innlegg í fyrirumræðu. Takk. Bestu þakkir. Við munum sannarlega halda áfram þessari fundarherferð og það var markastofa Suðurlands sem var með okkur í þessu fundi og heldum sambærilega fund í Norðurlandi vestra, Blönduósi og við munum halda því áfram, ekki satt Jóhannes? Svo góður hagnaður á síðast það kemur við ljósa eftir, þannig að það er nógu framöndan. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið. Já, viltu bæta við? Mér langaði bara svona, þegar skýrsla stjórnar svona í lokin að bara þakka trúnaðarmönnum í samtökunum fyrir sín störf í nefndunum. Það er algjörlega ómetanlegt sem að félagsmenn eru að leggja á sig eins þeim sem voru og eru mennir í stjórn alveg geggjaður mannskapur sem er í húsinu hjá okkur og í þessum samtökum og ómetanlegt að hafa aðgang að öllu þessu fólki og allir séu tilbúinir að leggja hönd á plóg. Við erum öll SAF og þess vegna er þetta mikilvægt, bara kæra þakkir fyrir árið sem var liðið. Já, við segjum það takk fyrir okkur og samtalið höfum áfram. Magnum, takk fyrir þessa góðu yfirferð yfir ferðaþjónustuna og starfsemi SAF á liðinu ári og ég ger nú ekki ráð fyrir því að sé nokkur á móti þessari skýrslu þannig að við höldum þá áfram með dagskrána. Það eru kannski 2 atriði, það er komnar kaffiveitingar hérna frammi þannig að ef þið viljið
svona laum ykkur út meðan Jóhannes fer yfir ársskýrsluna, þá það, eða ársreikningana, þá það svona tilvalið að grípa sér eina pönnuköku og kannski eitt kaffibolla. Svo átti ég að skila kærri kveðju frá honum Halldóri Óla vinu okkar hjá Markaðsstofu Norðurlands. Ég var að furða mig á því þegar ég mætti á barinn hérna í gærkvöldi að hann væri ekki staddur þar eins og svona fólk svona býst alla jafna við að hann sé, en þá senda mér skilaboð að hann væri rúmliggjandi eins og gamall maður með illt í bakinu. Þannig að ég vil bara koma því hér á framfæri. Nú, þá það næst liður 3 sem ársreikningur SAF fyrir árið 2024 og það hann Jóhannes Þór sem ætlar að kynna hann. Hvernig ykkur endilega til þess að fara og fá kaffi á meðan ég er að þessu. Eins og að Vesturkirkju áhugaverð úti yfir höfuð hægt að halda löglegan fund í ferðarþjónustu þegar Dóri ekki á borðum. Ársreikningur samtaka ferðarþjónustu fyrir árið 2024 hefur verið undirritaður af stjórn. Reksturinn endurskoðaður af KPMG og þetta eru svona helstu niðurstöður. Þetta fara yfir helstu niðurstöður rekstrarreiknings og efnahagsreiknings og ef einhverju fara nánar ofan í skýringara þá reikningurinn niðurhalanlegur sem get ég skjal á aðalfundagagna síðunni einhvers staðar neðst rétt fyrir ofan útsendinguna. Rekstrartekjur eru 248.257.130 krónur. Það hækka nokkuð milli ára sem að fyrst og fremst bara vegna veltu aukningar aðildafyrirtækja á milli árana 2022 og 2023 og 2024. Fyrirgefið 2022 og 2023. Þið ekki það einu sem eru rugluð í félagsskattarkerfinu. Laun og launatengd gjöld hækka 24,4% milli ára vegna launahækkana starfsfólks og starfshlutfallsbreytinga á árinu. Við erum með verkefnakostnað sem lækkar 25% á árinu vegna minni aðkeyptrar vinnu og það má búast við að þessi tala verði svipuð eða heldur hærri á árinu 2025 þar sem við gerum ráð fyrir að kaupa kannski heldur meira á aðkeyptri vinnu. Aðkeypt vinna hefur aðalega verið þá sérfræðikostnaðar á síðustu ári eða í síðustu 2 árum. Fyrst og fremst vegna þá hluta eins og vaskskýrslunar sem kom út í febrúar og skattsporsskýrslana sem eru unnar af Reykjavík Economics. Þetta eru sérfræðiskýrslu sem við erum að kaupa sem vinnur þá utan. Hluti af ástæðinu fyrir því að verkefnakostnaðurinn lægri ári að hluti af kostnaði við skattsporsskýrsluna færist yfir árið 2025 þar sem hún kom ekki út fyrir núna í febrúar. Skrifstofa og stjórnarkostnaður hækkar 66% vegna uppfærslu á vefsíðu SAF, aukins kostnaður við rekstur tölvukerfisins og hærri kostnaður við aðalfund 24 heldur var 23. Það almennt nokkuð ódýrar að halda aðalfund utan höfuðborgarsvæðisins heldur en á höfuðborgarsvæðinu og þessi breyting í rauninni þess vegna þessi 3 liðir sem að útskýra þessa breytingu. Ferða- og ráðstefnukostnaður hækkar 64% vegna aukins alþjóðasamstarfs og þátttöku í ráðstefnum, sérstaklega ITT og VAFTM í London þar sem að við lögðum áherslu á að núna þegar að reksturinn er að komast aftur í þokkalegt horf eftir faraldurinn að þá höfum við lagt áherslu á þetta sem ég var að tala áðan, ná kontakt við fólki okkar og fylgjast með því sem er að gerast í bransanum, nýta ráðstefnur, bara með aukinn fjölda fólki út til þess að nýta okkur fyrirlestra á þessum 2 ráðstefnum og svo framvegis. Þetta er líka ferðarkostnaður og ráðstefnukostnaður innanlands þar sem við höfum lagt aukinn áherslu á að fara og landið og hitta félagsmenn, halda til fundina sem að Björg var að tala og fleira því. Síðan er hér talan sem að kannski einhverju rekka augun í. Það er annar rekstrakostnaður. Þar er munurinn 23 milljónir í ár en rúmar 7 milljónir í fyrra, eða 23 milljónir. Þarna er í rauninni öll þessi breyting, eða nánast öll þessi breyting vegna breytingu á niðurfærslu krafna og breytingar á varúð á niðurfærslu.
þarna rauninni ekki neinar stórkostlegar peningaeyðslu að ræða, heldur breytingu á því hvernig varúðarniðurfærslan skráð og við erum með félög sem hafa farið í þrota árinu og svo framvegis, þannig að eitthvað af þessum mun síðan væntanlega eru kröfur í bú í dag og munum væntanlega að við búumst við að það muni færast yfir að vera tapaðar kröfur á árinu 2025. Þannig að þetta rekstrarreikningurinn. Heildarniðurstaðan á árinu hagnaður upp á 25,2 milljónir og í rauninni erum við þá núna að komast, eins og ég sagði, á þann stað að við erum með reksturinn svona í þokkalegum balans eftir mjög erfið ár í faraldrinum sem í rauninni endust félaginu heldur lengur heldur en faraldurs árin sem slík, eins og þið munið kannski frá síðustu aðalfundum vegna þess hvernig félagsgjaldastruktúrinn miðar alltaf við í rauninni ár aftur í tíma. Þannig að já, núna erum við að komin á þann stað að við höfum til dæmis geta lagt 10 milljónir í verkefnasjóð árinu eins og sagti fyrir í lögunum og meðan á árunum núna á undan hefur í rauninni allt fyrir verið lagt í reksturssamtakan en ekkert í verkefnasjóð, þannig að núna sjáum við fram á að geta byggt upp verkefnasjóð sem að geta tekið þátt í verkefnum til dæmis eins og Safe Travel eða öðru verkefnum sem við höfum þurft að í rauninni segja nei við þáttöku í þar sem að fjárstaðan hefur verið tilfæðlega flókin. Efnahagsreikningurinn lítur svona út, það eru ekki mjög margir hlutir sem ég ætla að benda þar, hér eru viðskiptakröfur og niðurfærsla krafnarsökunum tapast eftir staðandi áræði við sjá nákvæmari útlistaður í hvernig þetta að leggjast, þá skýring 11 í ársreikningi með þetta allt saman upplistað, breytingarnar á varúðarniðurfærslum og fleiri slíkum. Eins og ég sagði, verkefnasjóður núna með 13 milljónir. 10 milljónir voru lagðar í aðra á árun sem þetta ákvörðum stjórnar og handbært fé 72,8 milljónir. Hækkar það er 30% á milli ára fyrst og fremst vegna hærri tekna samtaka. Eigið fé og skuldir eru því samtals 151.753.000 og kling og þannig þá staðan. Þá spurningin hefur einhver áhuga á að ræða þetta. Takk fyrir þessa yfirferð, Jóhannes. Þá mældarskráin opin ef einhver vill beða sér hljóðs varðandi ársreikning 2024. Nú, mér sýnist enginn vera mótfallinn þessum ársreikning. Það vilja taka til máls. Þannig að ég lít svo á að fundurinn bara samþykkja hann. Það er stjórnin búin að samþykkja hann. Og þakka þér, Jóhannes, aftur fyrir yfirferðina. Það eru núna einhverjir að fá sig hérna frammi og kannski vil biðja þau sem eru frammi að koma inn í sal. Því að núna ætlum við að fara í kynningu á frambjóðendum til stjórnar SAF en hver frambjóðandi fær núna 1 til 2 mínútur til þess að kynna sig og þegar að allir hafa gert það þá munu líða 10 mínútur og svo munum við ljúka kosningun. Ég ætla að lesa þau bara upp núna hérna í stafrófsröð alla núna og svo hérna byrjum við bara á stafrófsröðinni og ég mun stilla vekjaraklukku í símanum mínum þannig að þið heyrið þeirra að byrja að pípa á mínútu 1 og 45 sekundur. Nú, í framboði eru Jóhanna Margrét Gísladóttir, forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá Play, Rannveig Gretarsdóttir, framkvæmdastjóri Eldingar hvalaskoðunar, Stefán Gunnarsson, framkvæmdastjóri hjá GJ Travel, Stefnir Ingi Agnarsson, framkvæmdastjóri rekstrarsviðs GoTo, Sævar Guðjónsson, framkvæmdastjóri ferðaþjónustunnar Mjóeyri við Eskifjörð og Tómas Ingason, framkvæmdastjóri tekju þjónustu og markaðssviðs hjá Icelandair. Ég ætla að byrja að bjóða henni Jóhannu Margréti Gísladóttir að stíga á svið. Gjörðu svo vel. Komið sæl, gaman að sjá okkur. Ég heiti Jóhanna Margrét, þetta hann Lárus sem fær að vera með mér hérna í dag.
Ég forstöðumaður viðskiptaþróunar hjá Play eins og segir. Einhver hafa kannski séð myndbandið inn á heimasíðu SAF mig, en ég er rekstrarverkfræðingur og hef unnið hjá Play í 2 ár. Og undan því að við verið hjá mörgum fjölbreyttum íslenskum fyrirtækjum, hjá Orkunni, framkvæmdastjóri þróunar, var þar með þjónustu, markaðsmál og tæknimál. Og svo var ég hjá Sýn eða Stöð 2 í hátt í 10 ár, bæði dagskrárstjóri, sjónvarpsstjóri og hef því komið að svona mörgum hliðum að rekstri. Það skiptir okkur á Play miklu máli að vera hluti af stjórn SAF. Við viljum starfa í náinni samvinnu með ferðaþjónustunni og sterkur flugrestur skiptir náttúrulega lykimáli í rekstur ferðaþjónustunnar og það er greinilega mörg mál þess að þarf að sinna vel og vinna saman að, sérstaklega þessari mögulega óhóflegu skattheimtu sem er framöndan. Ég vil bara leggja allt mitt í að vinna bara greininni hag og mun leggja mig alltaf fram ef ég fæ breytingi til þess og við hjá Play. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jóna. Þá það næst Rannveig. Gjörðu svo vel. Mjög sérstætt sko, ég er svo venn að vera aftarlega í stafrónu en verið allir með S. Allavega Rannveig ég, Grétarsdóttir, þetta ekki aðeins hátt og er að reka Elding og Hvalaskoðun og er stofnandi og eigandi þar og framkvæmdastjóri sem og við erum að reka Akureyri Veiðhúsing sem er fyrirtæki á Akureyri og í Hvalaskoðun og stofnuðum það þar 2016 svo við erum búin að vera út á landi í 9 ár sem er það sem hefur verið vaxtarbrodurinn í okkar fyrirtæki eða okkar rekstri er þetta sem fyrirtæki út á landi sem við stofnuðum þarna og ætluðum okkur alltaf að hugsa hvernig getum við hjálpa til og að byggja betur. Ég er búin að sitja í stjórn núna í 2 ár, satt nú fyrir nokkrum árum líka í stjórn og kom aftur inn fyrir 2 árum síðan og það er rosalega mikið af verkefnum sem eru á borðinu og við erum að vinna og ég hefði gjarnan viljað fá að halda áfram og taka þátt í að vinna þau með stjórninni. Þetta er mjög mikilvægt, það er einhvern veginn kom allt á stað aftur í fyrra og náttúrulega vaxtahækkun og gjaldtökur og glápigjöld eins og við köllum þau, skattin á ferða á bílaleiðurnar og rúturnar og öll þessi bílastæðagjöld sem er í gangi og nú á að fara að setja okkur einhvers konar gerða náttúrufasa eða komugjöld. Þú veist, ég held þessi algjörlega með ADHD hérna hjá stjórnvöldum, ég veit ekki alveg hvað það ætla að gera en það er svona að skýrast línan og við vitum samt ekki ennþá hvað það ætla að gera. Ég hef bara mjög mikið áhuga að halda þessu áfram. Ég held ég hafi ágætis tengingu inn í ferðaþjónustuna, þekki ansi marga, manni verður bara hlýtt í hjarta að sjá alla vinn sína inni. Og ég hef góða tengingu við hvort sem að rútufyrirtæki, fyrirtæki út á landi, gististaði, veitingastaði. Ég hef búin að koma alls konar rekstri, til dæmis veitingastaði, ég veit hversu erfitt það er. Og er með ágætis tengingu inn í hvað sem það er, bílalegu, rútur eða gerðsleðafyrirtæki, afturrengu, gistingu. Svo ég á mikið af kunningjum og vinnum sem er með beina línu á mig og eru duglegir við að hringja í mig og segja mér frá hvernig allt lítur á þeim. Svo ég tel mig vera svona málsvari ansi margra. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Rannveig. Þá það næstur Stefán Gunnarsson. Gjörðu svo vel. Það er ekkert eitthvað gallabuxna vexti hérna á þessu þingi það. Komið sæl, Stefán Gunnarsson heiti ég er framkvæmdastjóri hjá fjölskyldufyrirtækinu í Guðmundi Jónassyni EHF eða GJ Travel. Ég þekki nú eins og Rannveig mikið meiri hluta þeirra sem sitja inn í salnum og auðvitað að góðu einum. Við hjá GJ Travel við vorum stofnaðilar samtökum ferðaþjónustunnar árið 1998 og það var mikið heillaskref sem þá var stigið og eins og kom fram hér fyrir í dag þá eru samtök ferðaþjónustunnar orðið alvöru afl og sterk rödd við borð samtaka atvinnulífsins
við vorum í upphafi svona litli bróðurinn sem að satt út í horni en erum í dag í verðmætum útflutningstekjum næst stærsta atvinnugrein þjóðarinnar og þjóðhagslega mjög mikilvæg og fyrir landið allt. Það hefur verið talað hér fyrir í dag mikilvægi þess að landin allur og allt landið sé jákvætt gagnvart ferðaþjónustunni, skilji mikilvægi atvinnugreinarinnar og ég mun ekki láta mitt eftir liggja í að tala röddu ykkar allra, okkar allra, hvort sem við búum á höfuðborgarsvæðinu eða einhvers staðar í dreifbýli. Ég þekki það að reka ferðaþjónustufyrirtæki í dreifbýli. Ég bjó í litlu byggðarlagi út á landi í mörg ár. Þurfti þar að eiga baráttu við eigendur og stjórnum það að hafa opið allan ársins hring og gaf ekkert eftir í því og það fyrirtæki stendur traustum fótum í dag og burðarás í sínu byggðarlagi. En eins og ég segi, ég er tilbúinn í slaginn og ég mun ekki láta mitt eftir liggja á vaktinni fyrir okkur öll. Takk fyrir þetta, Stefnir er bara mættur, gjör svo vel. Kæru Melvir, Stefnir Bjarnason og ég hef starfað í ferðaþjónustunni í 14 ár. En ég hef aldrei séð ferðamann á mínu felti og er eitthvað mjög fá sem hafa unnið alltaf hinum megin við borðið þegar kemur að ferðaþjónustu. Ég þarf að lukka það náttúrulega, ég hef starfað í fluggerðunum, bílalöggerðunum, hótelgerðunum og núna síðast í teknikum. Rekstrarvandamálin eru mjög keimlík á milli allra þessara bransar, svona sem. Það sem ég brenn fyrir er svolítið tæknin og hvernig tæknin eru komin í það. Það er náttúrulega í dag fulltrúi tæknisfyrirtækis. Og ég er nokkuð vissu það að ímynd Íslands landslagi norðurljósum er ekki fara neitt og ferðamannskan í heiminum er ekki fara neitt. En tæknin mun stórkostlega breyta rekstrarumhverfi fyrirtækis. Í dag eru bílaleigur sem afhenda bílleiklana í júlí með minna en 1 mínútu í flytjum. Við erum með self-check-in hótel eða lítil gistirými sem er enga snertifleti við gestum. Á sama tíma við vantar betri gögn í þjóðinni. Það er fullt af áskorunum og ég er bara spenntur að vinna með ykkur framtíð. Takk fyrir mig. Takk, Stefnir. Og þá það næst Sævar, gjör svo vel. Já, góðan daginn, Sævar heiti ég á ferðaþjónustunni á Mjóveri og gera það frá 2004 og það var aldrei lokað 1 dag síðan austur á Eskifirði. Þetta er svolítið skrítið að vera þetta. Ég held að 95% af þeir sem eru í salnum eru búin að kjósa og horfa á kynningarmyndböndin, þannig að þetta er svolítið skrítið en ég geti kannski náð 2 atkvæðum. En ég byrjaði að starfa í ferðaþjónustu við að keyra rútur 95 og var þá að klára sauðburði rafvirkjun en kolfjall fyrir ferðaþjónustu og menntaði mig í tengslum við hana, svæðisleiðsögumaður, reykjarleiðsögumaður og svo í ferðamarkaðsfræði áður en að ég stofnaði ferðaþjónustuna Mjóveri, eða við og hef ekki hugsað mér að fara úr þessari grein, hún er skemmtileg og þó að oft sé erfitt að það er búið að fara í gegnum bankahrun og COVID og ýmislegt en alltaf hefur maður einhvern veginn komið niður á löpunum þó að það hefur oft verið erfitt og það sem var kannski erfiðast í upphæði var að sannfara bankanum að það væri hægt að reka ferðaþjónustu út á landi. Þeir bara hafði engan skilning á því. Þeir hafa nú sem betur fyrir aðeins lært held ég og eru farnir að hægt að fá lán hjá þeim í dag. En það er svolítið sérstakt núna 2025 að við stöndum hér frammi fyrir einhverju eldgosarhinu á Reykjanesi sem er auðvitað ekkert grín og stríð í Evrópu og alls konar hlutum að gerast í kringum okkur sem að SAF á nú kannski svolítið erfitt með að eiga eitthvað við en við getum þó lágmarka skaðan að því. En okkar helsta ógn í dag eins og margt komið fram hér í dag er okkar eigin stjórnvöld. Það er algjörlega galið.
og ég held að það sé svolítið með þá eins og bankana í gamla daga, það er bara að sýna þeim fram á að við erum með þeim í liði, ekki á móti og þetta bjalla. Það var gott, ég vissi að þetta en allavega ég svona tel mig vera og reyni að vera fyrir alla í stjórninni, en ég er þó þetta rekkandi lítið fyrirtæki og er rödd lítilla fyrirtæki hann inni. Hún er mjög mikilvæg að hún sé og ég held að það séu mjög mörg tækifæri fyrir SAF einmitt að sækja fleiri minni fyrirtæki inn í samtökin. Er ekki það? Ég er alveg að að við erum að tala um hérna fyrirtækin í SAF og eitthvað svona, en hvað með fyrirtækin sem ekki eru í SAF? Við þurfum að ná þeim og ég ætla að leggja mitt af mörgum til þess og takk fyrir mig. Það eru vísanar aðeins yfir þessar 2 mínútur, en þá er það síðustu en ekki síðustu Tómas Kjölsvær. Kæru félagsmenn, gaman að vera með ykkur í dag. Ég heiti Tómas Ingarsson og er framkvæmdastjóri hjá Icelandair. Við hjá Icelandair tökum hlutverk okkar í ferðaþjónustum á Íslandi mjög alvarlega og það er búin að vera frábær umræða hérna í dag. Ég held að það sé gott að taka eitt skrif tilbaka og velta því fyrir okkur hvers vegna völdu okkur þennan starfsvettvang. Af því að þetta er svo þægileg og stabíl innivinna eins og Sævar kom inn á hérna rétt áðan? Líklega ekki. Það er eitthvað stærra þarna bak við. Já, þetta er rosalega skemmtilegt, en við viljum öll hafa áhrif. Við viljum hafa jákvæð áhrif á umhverfið okkar og við viljum hafa jákvæð áhrif á hagsæld og lífsgæði á Íslandi. Það er það sem þetta starf snýst um. Við vaknum á hverjum degi til þess að gera hlutina betri á Íslandi. Þetta þurfum við að minna nærumhverfið okkar á. Þetta þurfum við að minna samfélagið á. Við erum öll í sama liði. Við erum ekki sérhagsmunasamtök að berjast fyrir okkar hagsmunum. Við erum að berjast fyrir hagsmunum Íslands. Þannig að við megum halda áfram að vera þetta burðarafl í hagkerfinu hérna á Íslandi. Við erum tvisvarsinnum búin að reisa við hagkerfið á seinustu rúmum 10 árum eftir fjármálahrun og eftir COVID. Þannig að þetta er það sem að starfið okkar snýst um. Það gustar um okkur eins og kom fram áðan, en við fílum það. Vegna þess að við vitum að við þurfum byr í seglin. Stærstu tækifærin okkar hafa komið eftir mesta mótun. Þannig að tækifærin eru endalaus, hlakka til að vinna með okkur. Takk fyrir. Ég þakka frambjóðendunum fyrir þeirra orð. Nú eru 10 mínútur þangað til að kosningu í stjórn lýkur. Ef að þið eigið einhverjum vandræðum með að kjósa, þá er hann Skafti reiðubúinn hér í horninu til þess að aðstoða ykkur. Og já, 10 mínútur. En meðan að þið eru að kjósa og ganga frá því, þá göngum við til næsta liðar sem er liður númer 5 og það er ákvörðun árgjald og það er Jóhannes Þór sem mun kynna það. Já, stjórn hefur lagt fram tillögu árgjald sem að þessu sinni hljómar svo. Stjórn Samtaka ferðaþjónustunnar leggur til að félagsgjald verði óbreytt frá fyrra ári. Það er mjög og ég held áfram í næsta lið. Stjórn hefur lagt fram eina tillögu til breytinga á lögum samtakana og sú tillaga hljómar svo: við 7. málsgrein 10. grein laganna stjórnarkjör bætist eftirfarandi setning: kjörnefnd setur sér starfsreglur. Nefndin skal leitast við að tryggja að framboð til embætta formanns og meðstjórnenda endurspegli fjölbreytni aðildarfélaga, til dæmis hvað varðar mismunandi stærð fyrirtækja og staðsetningu þeirra allt land.
Og í greinargerðinni segir að fyrirtæki Samtaka ferðaþjónustunnar eru fjölbreytta stærð og starfsemi allt land. Breytingunni ætlað að styðja við að stjórn SAF endurspegli þessa fjölbreytni innan ferðaþjónustunnar og stuðla að því að sjónarmið og reynsla fyrirtækja með mismunandi bakgrunn komast á framfæri í stefnu og starfi samtakanna. Það engin launung á því að þetta viðbragð við svona umræðu sem hefur verið í gangi frá síðasta aðalfundi. Það rétt að upplýsa það að kjörnefnd starfar nú þegar eftir starfsreglum sem þó eru óformlegar og ekki mælt fyrir að það skuli settar, og þarna verið að leitast við að setja bara formlegan ramma utan það starf sem verið að vinna nú þegar, þannig að það sé skýrt á það kveðið í lögum. Takk fyrir þetta, Jóhannes. Ég ætla þá að opna á umræðu þessa lagabreytingatillögu. Eru einhverjir sem vilja taka til máls? Nú, þá þetta bara einfalt. Er einhver á móti þessu? Ef svo ekki, þá skoðast þessi tillaga samþykkt og þá bætt við í lögin. Takk fyrir þetta, Jóhannes. Næsti liður á dagskrá eru kosningar og að lýsa kjöri í nefndir. Það er spurning fyrst að við ákvaðum að gefa þessu 10 mínútur hérna fyrir nokkrum mínútum að gefa ykkur aðeins tækifæri til að standa upp, og við myndum þá koma eftir cirka 5 mínútur aftur inn til að fara yfir úrslit. Takk.
Ég fattaði ekki alltaf fyrst. Það er fæst líka bara bjóð í hverju. Svo öðruvísi breytilega Svo Nei. Já, ég er nú líða. Já, það er okkur. Sími. Þeir eru bara að taka mynd. Nei. Æja. En ef þið eru að hæla. Það var alltaf bara að kenna taka það. Hann getur myndtjöð. Það væri bara enda. Hvað með mig að byrja forlefum? Bara vera með svona fótbolbúð, já. Ég veit ekki hvað mér líða betri, ég er ekki líka. Mér er verið, sko, mér er verið það er alltaf bræðið, já. Það er jafnvel eins og því. Það var bara alltaf að fólki uman á öllum. Já. Ég veit alltaf svona rauðvík bara með og ég heyri það. Sætja mig fyrir það. Það er bara Já. Það er ekki stættir við. Nei, það er feitt. Þetta frá AliExpress. Ég veit að er svona Nei, ég er með sjóskilur. Nei, ég er svona Já, ég var aðstæðið. En ég er óbist að líða. Svo ég sjá núna bara. Sér það ekki? Þessi stundum. Ég er bara svona stætt. Það er svona múltifókar. Ég fann að nota þetta eiginlega líka því að ég sjá unga árið en ég er sagt þessi tíma að taka niður þess að sjá skjáin frá þér en ég myndi að fókala þá fyrir ég að fá er þetta nú bara aftur Svo er ég alltaf góð með þig. Já, ég er alveg.
kæru félagar, þá komið að því að fara í næsta lið sem kjör í fagnefndir, leyfa fólki hér að tínast inn, en það hann Gunnar Valur sem ætlar að fara yfir það hér. Gjörðu svo vel. Takk fyrir og til samhengi með daginn. Nú ætla ég að taka það að mér eins og nokkur undanfarin ár að kynna niðurstöðu fagnefndakjörs. Þetta hefur gengið misvel hjá mér undanfari. Ég er rangfeðrað menn og fleiri. Þú vil sjá hvernig þetta gengur og ég fór að velta því fyrir mér svona hvort það væri eitthvað grein sem að væri mest fyrir barðinu á mér og til miður að þá eru bílaleigur mest fyrir barðinu á mér eins og í öðrum málum að hérna innan SAF það fá ekki kílómetragjaldið og gistináttarskatturinn en við ætlum að gera okkar besta til að halda því áfram að gera vel fyrir ykkur öll og sérstaklega núna ætla ég að minnast að það kílómetragjaldið við gerum allt okkar til að koma því á réttan spöl þannig að það hendi bílaleigur sem best allan daginn alltaf fyrir Kaldanef út í Hafsöfum með það svona margtaran í þessu en svona til þess að byrja þetta þá svona eftirminnilegasta atvik síðasta árs ef maður segir svo eða eftirminnilegasti viðburður síðan einn af eftirminnilegustu viðburðum síðasta árs var þegar við fórum á World Travel Market það var ekki World Travel Market sem var beint það sem að við minnumst heldur það fótboltaleikur sem við fórum á og það var fótboltaleikur Millwall á móti Leeds við sáum Leeds vinna, ég horfi nú Helga má hérna við sáum Millwall vinna Leeds 1-0 og niðurlægja raunar áhangendur Leeds með alls konar orðum og tónum en það sem var svona það sem stóð upp á þetta leikin var áhangendalag Millwall þeir sungu No one likes us, no one likes us no one likes us, we don't care og ég með þetta hérna veit ekki hvort það heyrist í því já þess að syngja þarna No one likes us, no one likes us no one likes us, we don't care we are Millwall, fucking Millwall from the den ég ætla ekkert að segja meira bara virðingu við Helga ætla ég ekkert að fara að segja meira hvað sögðu Leeds-ara en þá komið að niðurstöðu menntakjörsins og það bara fyrsta nefndin og það best að sitja úr gleru svo maður kannið sér ekki til skammar einu sinni það sem sagt aðalmenn í afþreyingarnefnd eru Aðalheiður Ósk Guðmundsdóttir, Ásbjörn Jónsson, Elín Sigurveig Sigurðardóttir, Freyja Rut Emilsdóttir, Guðjón Guðmundsson og varamenn Birgitta Björg Jónsdóttir og Sandra Ír Dungar og við skulum bara gefa þeim ég ætla ekki að lesa ég veit ég sjáu fyrirtækin og þekki þau ég ætla ekki að lengja mál mitt og mikið með því að fara að lesa þau bílalegu nefnd þarna hafði ég getað gert Ágúst Elvar Bjarnason sko en hérna hann heitir það samstarfsfélagi minn á skrifstofunni en það Ásgeir Elvar Garðarsson Ingi Heiðar Bergþórsson Pálmi Viðar Snorrason Sævar Sævarsson Þorsteinn Þorgjursson og varamenn eru Benedikt Helgason og Freyr Gústafsson ferðarskristofunefnd Árný Bergsdóttir, Helgi Eysteinsson, Inga Dís Richter, Valgerður Lindberg Jónsdóttir, Þórður Björn Sigursson og varamenn Berglind Viktorsdóttir og Inga Guðmundsdóttir. Flugnefnd eru Birgir Ómar Haraldsson, Haukur Reynisson, Leifur Haggjusson, Margrét Hrefna Pétursdóttir og Víðar Jökull Björnsson. Gististaðanefnd Guðrún Datta Ásmundadóttir,
Íris Tara Sturludóttir, Ólöf Guðmundsdóttir, Sölvi Melags, Thelma Thorstensen og varamaður Birta Ísólfsdóttir. Hópbílanefnd, hópbifreiðanefnd er Ágústa Jóhannesdóttir, Edvard Þór Viljámsson, Hlynur Snæland Lárusson, Rúnar Garðarsson, Sigurður Einarsson. Varamenn Björn Ragnarsson og Bogi Guðmundsson. Veitinganefnd eru Arnar Laxdal Jóhansson, Bragi Skaftason, Tryggvi Ingi Eiríksson, Lovísa Gretarsdóttir og Þorbergur Helgi Sæþórsson. Og svo lokum siglinganefnd. Ásta María Marinósdóttir, Rúnar Óli þarna kemur villa að varamaður er bara einn, en ég les þá það rétta. Ásta María Marinósdóttir, Rúnar Óli Karlsson, Svanur Sveinsson, Sveinn Ómar Gretarsson og svo er aðalmaður líka Eyþór Þórðarsson og varamaður Sara Sigmundsdóttir. Þetta eru nefndirnar fyrir starfsárið 25-26. Ég vil þakka öllum sem hafa sinnt nefndarstörfum fyrir hönd samtakanna hingað til. Þetta er mjög óeigingjarnt starf og mikið sem mæðir á. Það eru nokkrir sem eru að hafa farið sem að hafa verið hérna lengi og sinnt samtökunum af mikilli natni og alúð og ég held við ættum að bara klappa sérstaklega við þeim. Okkur verið fjársjóður fyrir okkur og skrifstofum. En aftur að gamla stefinu og núna að taka nýjan endi við. Munið bara no one likes us, we don't care. Við höldum áfram og við vinnum þetta, við sigrum þetta kílómetra. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnar Valur, og til hamingju þeir sem voru kjörin í nefndirnar og þakka ykkur sömuleiðis fyrir ykkar störf sem eru að hverfa úr nefndum. Það er verið að taka saman niðurstöður kosningarna í þessum töluðu orðum, þannig að ég ætla að fresta þeim lið aðeins hérna og fara yfir í lið 7C sem er kjör löggilts endurskoðanda og Jóhannes Þór ætlar að kynna það. Lagt til að endurskoðendur KPMG verði kjörnir endurskoðandar samtaka ferðaþjónustunnar fyrir árið 2025 eins og veitir hefur undan með það. Það er til á. Takk Jóhannes. Er einhver á móti þessari tillögu? Ef svo er ekki þá skoðast samþykkt. Já, það er bara að vera að klára ræða þessu niður þarna. Þannig að við förum þá næst í ályktun fundarins sem er undir liðnum önnur mál og það er Jóhannes Þór sem mun kynna hana. Fyrir drög af ályktun fundarins samþykktar eða breytingar á listamanna. Hún snýr fyrst og fremst að mikilvægi samkeppnishæfni og hvernig stjórnvöld eigi að snúa sér gagnvart því og er hugsuð sem og þau trá sér líka fyrir sem skilaboð til stjórnvalda inn í þau málefni sem við erum í rauninni að ræða við þau þessar mundir. Er ekki rétt að ég lesi tillöguna?
Samkeppnishæfar útflutningsgreinar eru grundvöllurinn að lífskjörum þjóðarinnar. Þar gegnir ferðaþjónusta lykilhlutverki en greinin hefur umbylt efnahag þjóðarinnar á undanförnum árum. Útflutningsverðmæti ferðaþjónustu voru 621 milljarður króna á síðasta ári og greinin stóð til 32% af heildarútflutningi vöru og þjónustu. Og að því að fyrrum formaður benti mér á það hér áðan, þá náttúrulega eru við stærsta útflutningsgreinin en ekki iðnaðurinn, því að Hagstofan hefur ekki formlega breytt útreikningi sínum á iðnaðinn. Þannig að við erum stærst og við skulum ekki gleyma því. Reynsla síðustu ára sýnir að þriðja hver króna sem ferðaþjónusta býr til í gjaldeyristekjum skila sér sem skattkróna til ríkis og sveitarfélaga. Þetta held ég eitt mikilvægasta vopnið sem við höfum í þessu, það er þessi útreikningar á skattsporinu og að þetta sé staðan. Skattspor ferðaþjónustu var 184 milljarðar króna árið 2023 og eru þá ótalin skattalega áhrif til dæmis takmarka farþegagjalda, olíugjalda, ferðamanna og bílaleigubílum, samnings- og aðgangsgjalda, þjóðgjalda og bílastæða og þjónustugjalda á áfangastöðum opinberri umsjá víða land. Ljóst er að skatttekjur hins opinberra ferðaþjónustu eru því og yfir 200 milljarðar króna á ári þegar allt er talið. Aðalfundur Samtaka ferðaþjónustunnar skorar á stjórnvöld að draga tilbaka áform aukna skattheimtu á ferðaþjónustu. Ef stjórnvöld vilja auka tekjur ríkisins á greininni, ættu þau að búa ferðaþjónustunni gott rekstrarumhverfi með því að auka samkeppnishæfni og einfalda regluverk, skatta og gjöld, því að auknar útflutningstekjur skila sér að þriðjungi sem skatttekjur til hins opinbera. Fundurinn bendir á að íslenskt atvinnu- og efnahagslíf stendur nú frammi fyrir gjörbreyttum aðstæðum í heimsmálum frá því að stjórnarsáttmálinn var skrifaður, þar sem fullkomin óvissa ríkir áhrif tollastríðs og sviptinga í alþjóðastjórnmálum inn í næstu mánuði og ár. Á slíkum tímum er þjóðhagslega óskynsamlegt að auka álögur á grundvallaratvinnugreinar þjóðarinnar og veikja þannig samkeppnishæfni þeirra innan frá. Það áréttar fundurinn þá kröfu að stjórnvöld tryggi að tekið verði tillit til sérstöðu Íslands þegar kemur að álögum á flug til og frá Íslandi í loftslagsáætlun Evrópusambandsins. Ljóst er að samkeppnishæfni flugs til og frá landinu er grundvallaratriði í áframhaldandi uppbyggingu og þróun ferðaþjónustu á Íslandi sem og gjaldeyrisköpun annarra útflutningsatvinnugreina. Ferðaþjónusta er atvinnugrein sem starfar langt fram í tímann og fyrirsjáanleiki í rekstrarumhverfi og skattlagningu er því grundvallaratriði varðandi samkeppnishæfni greinarinnar. Skatta- og gjaldahækkanir með örstuttum fyrirvara eins og þær sem stjórnvöld boða nú, til dæmis með álagningu kílómetragjalda og ökutækjum mitt sumar, eru óásættanleg. Slíkt veldur beinum skaða á starfsumhverfi og samkeppnishæfni fyrirtækja og samtökin gagnrýna slík vinnubrögð harðlega. Ferðaþjónustan er ein af grunnstoðum íslenska atvinnulífs. Hún skapaði rúmlega 8% af heildarverðmætasköpun landsins árið 2024 og er því mikilvægur burðarstólpi lífskjara í landinu. Samtök ferðaþjónustunnar kalla á að stjórnvöld viðurkenni verki mikilvægi þess að varðveita og styrkja samkeppnishæfni ferðaþjónustu og rekstrarumhverfi ferðaþjónustu fyrirtækja samfélaginu öll til heilla. Þannig hljóðar. Ég segi ekki heila orð en allavega hugmynda áleitum fundarins. Takk fyrir þetta Jóhannes, næstum við heila orð. Ég opna þá umræður stjórnmála ályktun ef einhver vil taka til máls. Ég reikna nú með að það sé búið að liggja yfir þessu einhver tíma. Nú, ef svo er ekki, þá lít ég svo á að þessi ályktun sé samþykkt af fundinum og hún verður þá væntanlega gefin út á vefsíðu SAF og svo senda á fjölmiðla. Nú vantar lykilinn að úrslitum kosningana sem að liggja nú fyrir og meðan að Skafti er að græja þetta þá ætla ég að biðja hana Láru B. Pétursdóttir, formann kjörnefndar, að koma hingað upp og gera grein fyrir úrslitunum. Eru svo þeirri? Já.
Fundarstjóri, ágætu fundargestir. Í kjörnefnd með mér voru Unnur Svavarsdóttir hjá Góð Nord og Steingrímur Birgisson frá Höldi bílalegu. Hann gat ekki verið með okkur í dag og biður fyrir kæra kveðjur og ég vil nota tækifæri og þakka samstarfsfólki mín í kjörnefndinni kærlega fyrir gott samstarf. Það var auglýst eftir framboð til stjórnar með auglýsingu 23. janúar samkvæmt bara lögum félagsins og í framboðsfresti var til 7. mars og það bárust 6 framboð tímanlega sem stóð réttum tíma sem náttúrulega í rauninni alveg stórkostlegt miðað við það að það eingöngu verið að kjósa 3 sæti í stjórninni þannig að þetta sýnir nú áhuga fyrir stjórninni og stjórnarstarfinu og fyrir samtökunum og hvað samtökin eru virk. En það, sem sagt, í kosningunum voru 208.404 atkvæði og kjörsókn var 72,42% og mér tjáð að það sé alveg einstaklega góð kjörsókn og svo besta í mörg ár. Niðurstaðan en áður förum í hana þá langar mig fyrir hönd kjörnefndar að þakka honum Skafta okkar hjá SAF fyrir alveg einstaklega frábæra aðstoð og vinnu fyrir kjörnefnd. Við þurftum í rauninni ekki að gera neitt sem að sneri að einhverju svona praktískum atriðum. Skafti sá það allt saman. En það var svona kannski annað sem að við sáum sem að hann mátt ekki skipt sér af. En niðurstaða þessi að Stefán Gunnarsson, framkvæmdastjóri GJ Travel, hlaut 55,93% atkvæða. Rannveig Gretarsdóttir, framkvæmdastjóri Eldingar, 47,44% og Sævar Guðjónsson, 44,27%. Varamenn verða Tómas Ingarsson frá Icelandair og Jóhanna Margrét Gísladóttir frá Leir. Greidd atkvæði voru 150.920 eða 72,42% af kjörsókn. Mig langar leið að við óskum nýrri stjórn til hamingju með stjórnarkjörið og þá vil ég óska minnilega til hamingju og velfarnaðar í starfi en í leið að þakka þeim sem eru fráfarandi í stjórn fyrir þeirra störf og ég held að við ættum að gefa bæði nýjum stjórnarmönnum og fráfarandi stjórnarmönnum gott klapp og vegna ykkur öllum vel. Takk fyrir þetta, Lára. Eitthvað hefur þetta nú skólast til hérna á glærunum en Lára fór ágætlega yfir þetta. Já, prósenturnar eru þarna fyrir neðan nöfnin í einhverjum tilfellum. Ég óska sömuleiðis nýrri stjórn til hamingju með kjörið og þakka fráfarandi stjórnarmönnum fyrir sín störf í þágu samtaka ferðaþjónustunnar. Við höfum nú farið í gegnum fundinn. Það önnur málliðurinn til staðar ef einhver annar vil taka til máls. Eitthvað peppa upp liðið? Nei? Jæja, þá lít ég svo á að það vil engin annar taka til máls. Ég vil þakka kærlega fyrir mig áður en ég gef Pétri Óskarsinni formanni SAF orðið og bara hlakka til að verja hér restina af deginum með ykkur og kvöldinu í kvöld. Það búið að vera einstaklega ánægilegt að vera hérna með ykkur í dag, hitta, sjá
marga sem að maður þekkir og kynnast nýju fólki og ég á örugglega eftir að kynnast fleirum að ykkur nú í kvöld og ég vil bjóða Pétri að taka við fundarstjórn og slíta fundi. Takk fyrir. Já, kæru félagar, takk fyrir frábæran dag. Ég óska nýkjörnum stjórnarmönnum til hamingju með kjörið. Mér langar að þakka líka þeim sem að hætta í stjórn. Rannveig heldur áfram en Björn Ragnarsson, Helgi Már Björgvinsson og Nadine Guðrún Jaki. Ef að þið eru hérna bara standa upp og bara kæra þakkir fyrir ykkar framlag. Það er ómetanlegt fyrir svona samtök að vera með öflugt fólk í stjórn og ég hlakka til samstarfsins við þá sem eru að koma núna nýir inn. Við ljúkum þessum aðalfundi þá núna, honum hér með slitið. Við ætlum að hittast klukkan 16:30 í andirinu hérna frammi. Þannig að ég hafa smá tíma til að taka ykkur til. Það verður ganga Hveragerði, stuttganga, það verður farið í Kjörís og í Gróðurhúsið sem hérna rétt hjá. Þannig að þangað erum við boðin, en ég vonast til að sjá okkur sem flest og hlakka til að eiga með okkur skemmtilegt kvöld hér í kvöld. Kæra þakkir öllsumur og takk. Eitt viðbútt. Praktískt atriði, kvöldmaturinn fyrirfram greiddur. Þið þurfum að mæta í lopið fyrir kvöldmatt og borga. Þannig að það sé á hreinu líka hvað eru margir sem ætla að mæta það. En ekki gleyma því. Aftur kæra þakkir til ykkar allra og ég hlakka til að vera hérna með ykkur í kvöld. Takk. Minna þá sem voru kjörnir í stjórn að koma hérna upp á svið og í myndatöku. Skröft okkur. Hvar our peeps? Þarna. Við ætlum bara að tjekka okkur inn. Hvað er það að gera það? Hjá morgun. Það er skemmtilegt plan. Það gerir ég alls. Vinnu. Það getur ekki verið skemmtilegt. Þeir eru minnið sjokkur. Pappa. Ég á sætt á þessu.
hana bara niður hvort sem þetta sé pluss mínus 2 dagar eða Það verður sendis með ljósend. Já. Þetta er inn í að hverja þetta við erum bara saman í næstu viku og svo bara fara í kvöldin hefðis bara 30 mánaða fresti það er ekki bara stendur ekki á hókvöldin